Góðan daginn. Nú förum við að byrja þetta. Góðan daginn. Og velkomin á málstofu fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða. Þessi fundur haldinn í samstarfi fjármála- og efnahagsráðuneytisins, Landssamtaka lífeyrissjóða og Seðlabankans. Ég heiti Guðrún Þorleifsdóttir og ég ætla að stýra fundinum. Það gaman að sjá hvað þétt í salnum. Við vitum af því að það einhverjir tugir líka fylgjast með okkur í streymi og ég vona þeir bæði heyri og sjái. Ég ætla að segja frá því að þessi fundur verður tekinn upp og upptakan verður allavega birt á heimasíðu Landssamtaka lífeyrissjóða, mögulega víðar. Eins og þið sjáið þá þetta stuttur fundur. Við ætlum að vera dálítið rösk og dugleg og hann skiptur. Á fyrri helmingnum verða flutt 4 erindi og svo verður pallborð á eftir frá 10 til 11. Þá gefst vonandi tækifæri til að gefa kost á spurningum úr sal. Segjum frá því fyrirkomulagi á eftir. En fyrsta ræðumann kynni ég til sögunar Daða Má Kristófersson, fjármála- og efnahagsráðherra, og hann ætlar að flytja setningarávarp. Gjörðu svo vel, Daði. Takk fyrir þetta, Guðrún. Góðu gestir. Það ekkert vafamál að lífeyrissjóðirnir gegna gríðarlega mikilvægu hlutverki á Íslandi og við erum mjög heppin að hafa byggt upp kerfi sem margar þjóðir horfa til sem fyrirmyndar. Það fylgja því margar áskoranir að hafa byggt upp svona stórt og mikið sjóðakerfi. Hér á þessum fundi ætlum við að ræða nánar eitt af þessum viðfangsefnum sem eru fjárfestingaheimildir lífeyrissjóðanna. Eignir íslenska lífeyrissjóðakerfisins hafa vaxið verulega á undanförnum áratugum og nema nú 8.500 milljörðum króna, næstum tvöfaldri landsframleiðslu. Aðeins Danmörk og Holland af ríkjum heimsins búa yfir jafn stóru lífeyrissjóðakerfi og Ísland. Og í alþjóðlegum samanburði þykir íslenska lífeyrissjóðakerfið skara fram úr. Það á margan hátt svolítið óvinnulegt og kemur örlítið á óvart verandi Íslendingur að þjóð sem þekkt fyrir kannski að ráðast frekar í hlutina af meiri kappi en forsjá, þar sem að ofvirkni útbreitt vandamál, sennilega vegna þess að það var náttúruval fyrir en aldir, hafi tekið þessa ákvörðun eins snemma eins og við gerðum. Og ég verð að viðurkenna að það fyllir mér nokkru stolti að sjá þetta kerfi og geta horft til þess sem fjármálaráðherra að hafa allt aðrar áhyggjur heldur en fjármálaráðherrar nágrannalandanna. En það eru áskoranir. Töluvert rætt hve lífeyrissjóðirnir eru orðnir stórir eigendur í atvinnulífinu og umsvif þeirra á markaði með skráð hlutabréf hér á landi eru umtalsverð. Auk þess sem þeir eru mikilvægir fjárfestar í félögum sem ekki hafa skráð bréf á markaði. En minna rætt efnahagsleg áhrif sjóðanna sem eru mikil og vaxandi, en hagsmunir íslenska lífeyrissjóðakerfisins eru samtvinnaðir hagsmunum íslenska hagkerfisins í heild. Það ólíku saman að jafna að móta stefnu fyrir fjárfestingar sjóða sem eru litlir í samanburði við landsframleiðslu og sjóða sem eru mjög stórir í samanburði við landsframleiðslu. Skyldusparnaðarkerfið leiðir til verulegrar uppbyggingar á sparnaði og eins og ég sagði áðan þá kemur nokkuð á óvart að í alþjóðlegum samanburði eru Íslendingar meðal sparsömustu þjóða. Það ekki fyllilega í samræmi við daglega reynslu mína en byggir auðvitað á þessu kerfi. Hann annars vegar notaður til að byggja upp erlendar eignir en erlend eignastaða þjóðarbúsins núna jákvæð 2.000 milljarða króna og þar hafa lífeyrissjóðirnir auðvitað spilað veigamikið hlutverk. En hins vegar sparnaðurinn nýttur í fjárfestingarinn innanlands sem styður við vöxt verðmætasköpunar, kaupmátt og bætt lífskjör.
Og þarna fara hagsmunir lífeyrissjóðanna, hagsmunir eigenda lífeyrissjóðanna og hagsmunir íslensks samfélags algjörlega saman. Því meira sem við getum aukið verðmætasköpun í íslensku samfélagi, því verðmeiri eru eignir sjóðanna og því betri geta íslenska hagkerfisins til þess að taka við þeirri eftirspurn sem einhvern veginn geymd inn í lífeyrissjóðunum til framtíðar. Íslenska hagkerfi verður að vera í stakk búið til þess þegar þar að kemur að taka við þeirri eftirspurn og að verðmætin í samfélaginu þegar þar að kemur til að kaupa eignirnar, til að verðmæti eignanna haldist, auðvitað háð nákvæmlega sömu skilyrðum. Og þess vegna mjög mikilvægt að við séum að ræða hér fjárfestingarheimildirnar. Engin slíkur sparnaður verður til í nágrannalöndunum þar sem eru gegnumstreymiskerfi. Heldur féð einungis fært úr einum vasa í annan. Lífeyrissjóðirnir eru líka í grundvallaratriðum frábrugnir öðrum fjárfestum að því leyti að þeir horfa til mun lengri tíma og hafa meiri burði en almennir fjárfestar til betri ávöxtunar með aukinni áhættu. Raunverulegt mat á árangri eignastýringar þeirra byggist þar af leiðandi á árangri til mun lengri tíma en yfirleitt horft til í hefðbundinni áhættustýringu. Það því óheppilegt, bæði frá þjóðhagslegum sjónarhóli og einnig frá sjónarhóli lífeyrissjóðanna sjálfra, að verulegur hluti eigna þeirra bundinn í kröfum á hið opinbera. Og áður en þið farið að hneykslast á mér, að ég sé hér að tala niður það sem ég sel ykkur á hverjum einasta degi, að þá held ég að sé mikilvægt að við horfum til kerfisins án þess að líta til skammtíma hagsmuna þeirra aðila sem sitja við borðið, ég þar með talinn sem fulltrúi ríkissjóðs. Innlend ríkisskuldabréf eru áhættu minni en flestar aðrar fjárfestingar lífeyrissjóða og seljanleiki þeirra og leiðir til að þau gegna hlutverki í lausafjárstýringu sjóðanna. Þegar stærstu hluti lífeyrissjóðanna ekki í þeirri stöðu að þurfa að ganga á eignir til að greiða lífeyri, eðlilegt að kröfur á hið opinbera séu aðeins lítill hluti af eignasafni sjóðanna. Og eins og ég segi, þrátt fyrir að ég sem fjármála- og efnahagsráðherra kunni ágætlega við að lífeyrissjóðir sæki í skuldabréfaútgáfu ríkissjóðs og ég sjái kröfuna á markaði lækka, þá það auðvitað þannig að með umfangsmikilli fjárfestingu í kröfum á hið opinbera fjármagna lífeyrissjóðirnir neyslu nútíðar fremur en verðmætasköpun framtíðar. Sjóðsöfnunarkerfið breytist auðvitað ekki gegnumstreymiskerfi með umfangsmikilli fjárfestingu í skuldabréfum ríkissjóðs, en frá þjóðhagslegu sjónarmiði verður kerfið eðlislíkt gegnumstreymiskerfi að því leyti að sjóðirnir veðja á innlendan hagvöxt án þess að styðja við hann. Þótt alþjóðlegan samanburð skorti verður að telja líklegt að hlutdeild skuldabréfa hins opinbera í eignasöfnum lífeyrissjóða sé í efri mörkum, með hliðsjón af því að fæstir þeirra þurfa að ganga á eignir til að greiða lífeyri. Það þess vegna ekki augljóst að reglur fjárfestingar sjóðanna eigi að beina þeim lífeyrissparnaði í ríkisskuldabréf umfram aðra kosti, líkt og magntakmarkanirnar gera að einhverju leyti. Það eru hvorki hagsmunir sjóðanna né efnahagslífsins í heild að reglur beini fjárfestingu í öruggar eignir með litla ávöxtun, eignir sem styðja fremur við neyslu en verðmætasköpun. Regluverk fjárfestingar ætti að gera sjóðunum kleift að nýta styrkleika sína sem felast í þolinmóðu fjármagni sem getur fjárfest til lengri tíma. Með því móti veðja sjóðirnir ekki aðeins á verðmætasköpun hagkerfisins til lengdar, heldur taka virkan þátt í að búa hana til.
Árið 2016 tóku gildi breytingar á lagaumgjörð fjárfestingarlífeyrissjóða sem voru afrakstur mikillar vinnu og samráðs. Með þeim breytingum var skynsemisregla leidd í lög en samhliða var magntakmörkunum fjárfestingarlífeyrissjóða breytt og þær urðu flóknari. Fyrir 2,5 ári síðan tóku gildi breytingar sem rýmka í ákveðnum þrepum heimildir lífeyrissjóða til að fjárfesta í erlendum gjaldmiðlum allt til ársins 2036. Á sama tíma var lögð sú skylda á fjármála- og efnahagsráðherra að láta leggja mat á það eigi síðar en 2027 hvort tilefni eru til að breyta þessu fyrirkomulagi. Ég hef skilið þessa skyldu ráðherra til endurskoðunar þannig að hún sé eins konar varúðarráðstöfun. En hún hafi einnig verið sett til þess að koma til móts við þá gagnrýni að stigin hafi verið of varfærin skref við að rýmka heimildina til að fjárfesta í erlendum gjaldmiðlum. Á undanförnum árum hafa ýmsir bent á að tilefni sé til að taka fyrirkomulag fjárfestingaheimilda lífeyrissjóðanna til endurskoðunar, auka ætti vægi skynsemisreglunar og draga úr vægi magntakmarkana. Við undirbúning verkefna fyrir þennan þingvetur hefur það verið mat mitt að ástæða sé til að setja í forgang vinnu lagafrumvarp þetta efni. Jafnframt var það mitt mat að við undirbúning málsins væri mikilvægt að haft yrði gott samráð við helstu hagsmunaaðila við útfærsluna. Málþing eins og þetta hér er því ákaflega mikilvægt. Það er ýmsa hyggja í þessu verkefni og undirliggjandi hagsmunir eru miklir. Ég vil að lokum taka fram að ekki liggur fyrir ákvörðun hversu stór skref verða lögð til í lagafrumvarpinu sem ég hef áformað að leggja til næsta vor. Ég bind vonir við að þessi fundur og áframhaldandi samráð geti orðið gagnlegt í þeirri vinnu sem framundan er og að það takist að mynda samstöðu heppilega forgangsröðun þegar kemur að breytingum á þessum mikilvæga lagaramma. Að einhverju leyti er framtíðin í ykkar höndum og mitt hlutverk er að tryggja að þið getið átt jákvæðan þátt í því að byggja upp íslenska hagkerfið til lengri tíma. Takk fyrir mig. Takk fyrir Daði. Já, það er að ýmsa hyggja og ágætt að byrja á því að setja upp svolítið stór gleraugu. Næstur á svið er Tómas Möller. Tómas hvað er hann nú? Hann er yfirlögfræðingur Lífeyrissjóðs verslunarmanna og hans erindi ber yfirskriftina meiri skynsemisreglu, minni magnbundna takmarkanir. Gjörðu svo vel. Fundargestir, ráðherra og fundarstjóri. Það sem ég ætla að glíma þess við hér í framhaldi af setningaræðu ráðherra er að velta fyrir okkur hvert ættum við að stefna með þetta mikilvæga samtal og koma þessi innlegg inn í það. Nú, ég ætla að byrja að fara hér snöggt yfir tvær stuttar tímalínur, ekki stuttar, langar tímalínur. Það er fyrst bara hvaðan að koma, hvert að fara með fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða. Það má í einhverju skilningi segja að þessi vegferð hafi byrjað 1970 þegar sett á fyrirmyndarreglugerð fjárfestingarheimildir lífeyrissjóða. Svo tókum við í kringum 1980 lögum starfskjör launafólks og skyldutryggingu lífeyrisréttinda. Þar var engin efnisleg leiðsögn, hins vegar var leiðsögn að finna í reglugerðum lífeyrissjóðanna fjárfestingarheimildir, þar sem hver sjóður setti sér reglur og eins gerðu aðilar vinnumarkaðarins, almenna vinnumarkaðarins, samkomulag 95 inntak slíkra reglna. Nú 97 eins og við þekkjum fyrsta heildarlöggjöfin. Þar var í fjárfestingum fyrst og fremst lögð áhersla á að horfa til bestu kjara og jafnvægi milli ávöxtunar og áhættu og jafnframt voru þar miklar magntakmarkanir. Og eins og ráðherra kom inn á áðan að þá 2016
var fjárfestingarheimildarkafli lífeyrissjóðalaganna endurskoðaður frá grunni. Þar var í einhverju skilningi, ekki í einhverju skilningi, það var bara með beinum hætti, svokölluð skynsemisregla lögfest. En með þeim annmörkum vil ég meina að henni fylgja miklar og ítarlegar kvótatakmarkanir eða magntakmarkanir. Og ég vík að því aðeins á eftir af hverju það getur skipt máli. Nú, hér erum við stödd 2025 og vonandi verða breytingar á þessum heimildum 26 eða 7. Vonandi sem stærst skref og við útskýri það kannski eftir af hverju það er mikilvægt. Við erum að velta fyrir okkur skynsemisreglu versus kvótatakmarkanir. Við erum að velta fyrir okkur hvers konar umgjörð við byggjum til þess að fela lífeyrissjóðunum eins gott svigrúm og hægt til þess að hámarka ávöxtun að teknu tilliti til áhættu og bara ástunda skynsamlega eignastýringu. Við erum klárlega að fara að gera meiri kröfur til okkar sem vinna hjá lífeyrissjóðunum og við erum að mæta þörfum ólíkra lífeyrissjóða með ólíka eignasöfn. Ég held að það skiptir gríðarlega miklu máli. Við erum með stór og smá eignasöfn, við erum með eignasöfn sem eru bara lokuð fyrir nýju sjóðfélögum, við erum með eignasöfn sem á mjög langan sjóndeildarhring og þessar reglur þurfa að rúma það með eðlilegum skilyrðum. Nú, svo það önnur mikilvæg tímalína sem hver þekkir ekki IORPS. Þetta sem sagt tilskipun starfstengda lífeyrissjóða Evrópu sem fjallar starfsemi sjóðanna og fjárfestingar, ekki á neinn hátt réttindi. Þar voru grunnreglur settar 2003 með fyrstu tilskipuninni, þar sem skynsemisreglan var innleidd. Sú tilskipun var endurskoðuð frá grunni 2016 og þar skerpt á skynsemisreglunni og aukinn fókus á áhættustýringu og eigið áhættumat og fleira varðandi stjórnkerfi. Og núna 20. nóvember síðastliðinn þá kynnti framkvæmdastjórnin tillögur að verulegri endurskoðun á þessum reglum, þar sem enn verið að auka áhersluna á skynsemisregluna og fókus á hana sem áhætta með grunnreglu. Þar jafnframt stigið inn og þar magntakmarkanir ennþá takmarkaðar og stigið sterkar inn í áhættustýringu og stjórnkerfi lífeyrissjóða. Þessi tilskipun á ekki beint við okkur en hún mikil fyrirmynd gildandi laga fjárfestingarheimildir, þannig að það rétt að horfa til þess. Nú, bara þá til þess aðeins að staldra stutt við áður en ég fer kannski í það sem kjarnan í því sem ég ætla að nefna hérna, að skynsemisreglan í samhengi við umboðsskyldu og business judgment rule upp á ensku, að þá þetta í raun og veru vegvísirinn sem gildandi tilskipun starfstengda lífeyrissjóða Evrópu og hún hluti af EES-samningnum. Þetta kjarninn í leiðarljósunum þar. Við sjáum hérna áherslu á hagsmuni sjóðfélaga, áhættudreifingu, mótaðaláhættu, skráðar eignir, umhverfis- og félagsleg sjónarmið og afleiðunotkun. Þetta allt með mestu þýtt inn í gildandi lög. En aftur, umfangsmiklar magntakmarkanir skekkja svolítið myndina. En svo mikilvægar bannreglur. Svo fyrsta lítur í einhverju skilningi bara áhættustýringu, bann við lántökum, með svipuðum hætti og í íslensku lögunum. En svo verið kannski að verjast pólitískri áhættu og afskiptum með því að það bannað að skylda lífeyrissjóða til tiltekinna fjárfestinga og það bannað að áskilja fyrirfram samþykki við fjárfestingum. Og svo líka settar takmarkanir á magntakmarkanir, það að segja lífeyrissjóðarnir eiga að geta fjárfest alltaf 70% í hlutabréfum og að lágmarki 30% í öðrum gjaldmiðli heldur en skuldbindingar, en svo geta aldrei ekki sett sérstaka reglur ef það varðandi sérstaka sjóði, þá á grundvelli bara svona meðalhófsreglu. Þannig að þetta sviðið sem við erum að vinna á og það sem mig langar að staldra við núna að ávarpa þar áhyggjur sem að margir hafa þegar verið að fjalla hvort að við getum minnkað magntakmarkanir og aukið áherslu á skynsemisregluna. Og margir hafa áhyggjur af því, það hefur verið nefnt eins og að eignasöfn munu umbyltast, að umboðsskyldan verði óskýr og svo framvegis. Og það langar mig að bara bregða upp mynd af og þetta fer náttúrulega mjög stutt í efni sem verður þetta að fara djúpt í, en mynd sem að þremur mikilvægum hugtökum eða reglum sem mynda saman eina heild og styðja hver aðra. Það fyrst skynsemisreglan. Hún byggir á því að sá sem að sinnir peningagæslu fyrir annan aðila á að haga sér eins og skynsamur eignastýrandi. Hann þarf að virða umboðsskylduna og viðskiptalegt mat. Og hann þarf, með gildandi reglur, bæði í Evrópu og hér, að horfa til þess sem kallar upp á ensku Modern Portfolio Theory. Þetta ekki frjáls völlur, heldur nota með þarna aðferðafræði sem hefur mótast áratugi.
Þessi regla í grunnur ólögfest og kemur mest úr engilsaxneskum rétti, eins og frá Bandaríkjunum, Bretlandi, Ástralíu, Kanada, en hún á sér skýra skírskotun í íslenskum dómum á lagaframkvæmd jafnframt og sérstaklega núna í 36. grein lífeyrissjóðalaganna sem fór yfir, sem svona grunnreglan og samræmist alveg þessum vísireglum í IOR. Þannig að í raun og veru við erum með fastmótaða reglu í dag en eins og ég segi, hún blörrast svolítið af magntakmörkunum. Svo það umbúðskyldan. Hún að mörgu leyti náskyld. Hún byggir á mjög sterkum, aldalöngum siðferðilegum viðmiðum og aftur á hún sér mest fyrirmynd í svona engilsaxneskum rétti, fordæmisrétti, en líka venjuhelguð og dómhelguð á Íslandi. Og það má alveg sækja ýmsar vísireglur í íslensk lög eins og í hlutafélagalögin 134. grein fyrir ykkur sem þekkið hana, en þar einmitt talað í hvaða þágu á að stýra félagi. Það eru tvær meginstoðir þar, það tryggðarskylda og fagmennska og bara til að gefa einhverja mynd af inntaki þess að til þess að uppfylla tryggðarskylduna þá þarf fólk sem vinnur í umboði þriðja aðila að geta sýnt fram á að vinna í góðri trú, að það taki hæfilegt tillit til ólíkra hagsmuna eins og við þurfum sannarlega að gera hjá lífeyrissjóðum. Við erum með unga og eldri sjóðfélaga, við erum með samtryggingu, séreign og svo framvegis. Við þurfum að taka tillit til ýmissa hagaðila eins og útgefenda ríkisskuldabréfa, útgefenda hlutabréfa og svo framvegis. Forðast hagsmunaárekstra, það getur oft verið snúið, og gæta þess að vinna ekki þá eigin hagsmuna eða einhverja óviðkomandi þriðja aðila. Fagmennska felst bara í hæfilegri varfærni, að vera hæfur til starfar. Sú skylda hvílir á stjórnum lífeyrissjóða, bæði að tryggja þær séu hæfar til starfar og hafi hæft starfsfólk, vinna af kostgæfni og taka fjárfestingarákvarðanir eins og skynsamur og fyrirhyggjusamur einstaklingur. Eins og ég segi, þetta varðað bæði í fræðiritum, dómum og víðar og nátengt líka þá þriðja vegvísunum eða leiðarljósunum, við getum kallað þess svo, að það viðskiptalegt mat. Og sú regla í raun og veru bæði aðhald og mikið vörn fyrir okkur sem vinnum í að stýra eignum annarra. Vegna þess að hún felur það í sér og ágætlega vörðu líka í íslenskum dómum að dómstólar endurskoða yfirleitt ekki viðskiptalegt mat fjárfesta eins og lífeyrissjóða og í raun og veru bara víðar í viðskiptalífinu. Að því gefnu, og það mjög mikilvægt, að þessi 6 skilyrði sem ég nefni hér séu uppfyllt. Það að segja að þessi teknu á lögmætum forsendum, bara lögum sé fylgt, að það samræmist viðeigandi lagaákvæðum, það byggja faglegum vinnubrögðum og þar þurfa menn alltaf að sækja bara í reynslu, þekkingu og þau fræði sem við erum að byggja á. Samræmist samþykktu verklagi, þetta höfum við séð í dómum, með innri reglur sjóða, vígt á jafnvel oft á stundum þyngra heldur en lögfestar reglur, allavega ekki léttar. Og það þarf að samræmast umbúðskyldunni sem ég vísaði í áðan. Svona kallast þetta allt á og loks að það þarf að uppfylla viðmið eðlilega aðgæslu. Og hér skiptir náttúrulega eðlilega aðgæsla máli, þannig að það getur í einhverju skilningi verið brotið starfi að vera með of varfærið eignasafn fyrir hóp sem að þolir meira áhættutöku, þannig að þá erum við klárlega að skilja eftir, eins og ráðherra kom inn á tækifæri á borðinu og erum ekki að sinna verðmætasköpun og við erum að verða af væntri ávöxtun fyrir okkar umbjóðendur. Þannig að eftir því sem ég hef skoðað þetta meira og hvernig þetta talar saman, þá myndar þetta allt saman eina heild sem byggir í raun og veru mun traustari grunn heldur en magntakmarkanir varðandi tiltekna skráðu og óskráð hlutabréf og einstakar atvinnugreinar, einstakar útgefundur og svo framvegis. En það má ekki skilja orðin þannig og ég held að allir hér inn í salnum séu sammála þá, þeir sem koma að umræðu þetta, að það ekkert verið að tala að afnema allar magnbundnar takmarkanir, heldur einfaldlega að hafa þær í skynsamlegra horfi. Þannig að til að taka þetta hérna saman og kannski vera smá veganesti vonandi inn í þá umræðu sem fer hér í dag og næstu vikum og mánuðum og kannski misserum, að þá ágætt að hafa það í huga og það gleymist svolítið og ég heyri það bara mjög oft í mínu umhverfi að menn tala oft við verum innan heimilda sem kallað innan magntakmarkanna þá eru hlutirnir í lagi. Að mínu viti löggjafinn að segja að það ekki svo. Það eingöngu í lagi að því gefnu að þessar vísireglur sem að talaðum áðan eru lögfestar fyrir skynsemisregluna séu virtar og umbúðsskyldan og þessi leiðarljósu business justice rule líka.
Þannig að ég held að við ættum að horfa vel til þess að mjög víðtækar takmarkanir geta truflað fókus á skynsemisregluna, það geta klárlega, og við sjáum það í raundæmum, truflað skilvirka eignastýringu og það geta truflað, og það eru raundæmi það, eðlilega þróun eignasafna og fjárfestingarkostnað. Við sáum það var veitt sérstök heimild fyrir lífeyrissjóða til þess að fjárfesta í fasteignafélögum sem einkum fjárfesta í íbúðum til langstíma fyrir einstaklinga, að þar var lyft takmörkun með þeim orðum og með sönnu að það myndi liðka fyrir eðlilegri þróun. En það er fjöldi annarra tækifæra sem eru lokuð inn í núgildandi reglum og við vitum ofta ekkert hver þau eru. Við vitum sum en ekki öll. Og svo erum við bara úr takt við öll OECD-ríki sem við viljum bera okkur saman við hvað þetta varðar. Við erum með miklu umfangsmeiri reglur. En það er líka ágætt að ávarpa áhyggjurnar og ég held að þær séu sem betur fer að mestu þarflausar, eða jafnvel öllu, enda séu eðlileg umgjörð þetta í lögum sem ég held að sé engin fyrirstaða til að setja og þróa áfram. Þetta þýðir ekki umbyltingu eignasafna lífeyrissjóða. Það er ekki þannig að stjórnir eða eignastýrendur lífeyrissjóða geti farið að umbylta eignasöfnunum vegna þess sem ég nefndi hér. Þetta er fullkomið og nægt aðhald. Breytingar, þetta þýðir ekki minna eftirlit með lífeyrissjóðum. Lífeyrissjóðum mun gera mun ríkari kröfur til lífeyrissjóðana og eftirlitsaðilans, en bara annars konar kröfur og vonandi uppbyggilegri, þar sem uppbyggilegri þeim skilningi að tímanum verði betur varið. Og veita alls ekki óheft svigrúm til að móta fjárfestingarstefnu og eignastýringu og það er alveg viðbúið að grunnur undir fjárfestingarstefnunar þurfa að vera enn betur rökstuddur og ég held að sú vinna skili einfaldlega bara betri færni innan sjóðan og betri og skýrari fókus vegna þess að hann blörrast þá ekki af magntakmörkunum. Og að lokum að auka skyldu lífeyrissjóðanna varðandi inntak, já það er eins og ég nefni, það er nú síðasti punkturinn. Þannig að samantekið þá vona ég að þetta málþing styðji bara við þessa þróun og veiti þeim sem að vinna að endurskoðun lagareglunanna gott veganesti í að stíga næstu skref. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Tómas. Og sérstakar þakkir fyrir að passa vel upp á tímastjórnum. Við erum meira að segja aðeins á undan áætlun. Næst í pontu er hún Rebekka Ólafsdóttir. Rebekka er áhættustjóri hjá Gildi og hún er líka formaður áhættunefndar sem er til hjá Landssamtökum lífeyrissjóða. Gjörðu svo vel, Rebekka. Nú er bara spurning hvort að við finnum glærurnar þínar. Takk fyrir, góða daginn. Eins og Guðrún sagði þá heiti ég Rebekka og starfa innan lífeyrissjóðskerfisins og hef gert síðustu 10 ár. En þá komið að svona léttum pælingum. Hvað er skynsemi? Við ætlum að fara á smá heimspekilegar nætur. Eins og Tómas talaði að þá er skynsemisreglan mikilvæg og þá ef við ætlum að skoða hvernig hún hefur áhrif á lífeyrissjóðana, að þá þurfum við að skoða hver eru lögboðin hlutverk og markmið lífeyrissjóða. En þau eru afar einfald. Við eigum að taka við iðgjöldum, varðveita og ávaxta þau og greiða út lífeyri og hámarka þar með þann lífeyri sem við greiðum út og tryggja bestu kjör fyrir okkar lífeyrisþega, samkvæmt samþykktum og sjálfsögðu. Þetta þýðir að við þurfum að hafa hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi í öllum okkar ákvörðunum til framtíðar. Tómas fór með ykkur IORP tilskipaninnar og fjallaði mikið hvaðan skynsemisreglan kemur, en hann nefndi líka að framkvæmdastjórn ESB er í þessu að endurskoða IORP og hefur þetta skynsemisregluna að segja, að hún felur í sér að eignasafn skuli fjárfest með langtímahagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi, sem að rímar mjög vel við okkar hlutverk. En reglan hefur þó verið túlkuð í mismunandi löndum með mismikilli varfærni að huga og þessar mismunandi nálganir hafa að mati framkvæmdastjórnarinnar takmarka möguleika lífeyrissjóðanna til að dreifa áhættu og fjárfesta til lengri tíma. Og þess vegna eru þessar tillögur þeirra
að stuðla að því að auknar fjárfestingar verði bæði í skráðum og óskráðum hlutabréfum, meðal annars til þess að auka þessa langtíma ávöxtun til þessar ungu sjóðfélaga. En þegar stórt spurt, ef við snúum okkur aftur í Íslandi og förum í smá heimspekipælingar, hvað er skynsamt og hvað er óskynsamt? Við Íslendingar erum frekar gagnrýnin þjóð, þannig að við eigum það til að snúa okkur svolítið að því og ræða svolítið hvað er óskynsamt og það er okkur eðlislægara, þannig ég ætla að byrja að sjálfsögja á því. En það er alveg hægt að ímynda sér að það væri óskynsamt fyrir lífeyrissjóða að hafa hátt hlutfall óseljanlegra eigna þegar stutt er í að við þurfum að greiða út lífeyrinn. En á sama skapi getur líka verið hægt að ímynda sér að sé óskynsamt að eiga of hátt áhættu lítilla skuldabréfa, of hátt hlutfall áhættu lítilla skuldabréfa þegar við erum með unga sjóðfélaga og við þurfum að fjárfesta til lengri tíma. En hvar liggja mörkin? Hvað telst of hátt, of lágt og svo framvegis? Og stuðla núgildandi magnbundnar takmarkanir alltaf að skynsömum fjárfestingum, miðað við þá sérstaklega ólíka stöðu lífeyrissjóðanna. Núverandi ramminn, hann einblínir að miklu leyti, ekki öllu, en að miklu leyti á formfjárfestinga í staðinn fyrir eðli og efni þeirra og þá undirliggjandi áhættu og sérstaklega þegar kemur að sjóðum. Þau gilda allar jafnt fyrir alla lífeyrissjóði óháð stærð þeirra eða áhættusniði og lengd skuldbindinga og of mikil áhersla á þessar magnbundnu takmarkanir eins og forverar mínir voru að ræða hérna kann að hamla notkun skynsemisreglunnar. Ef við förum aðeins í praktíkina hér heima, komum niður úr skýjunum og skoðum nokkrar magnbundnar takmarkanir, að samkvæmt núgildandi lögum er óheimilt að verja meira en 10% af heildareignum í einstaka útgefanda fjármálagernings. Eðlilegar magnbundnar takmarkanir og almennt séð ekki umdeildar, ekki vera með öll eggin í einni körfu og svo framvegis. En vel dreifðir verðbréfasjóðir eins og UCITS-sjóðir falla líka þar undir. Þeir eru ekki útgefandi verðbréfa, þeir eru ekki eignaflokkur og mótaðilaáttan í rauninni því á undirliggjandi eignir þar. Og þeir þurfa sjálfir að framfylgja mjög ströngum mótaðila takmarkunum. Þannig að meðal annars að þeir megi ekki fara umfram 10%. Þannig að Seðlabankinn og við höfum bent á að mögulega ættu UCITS-sjóðir að vera undanskildir þessum mótaðila takmarkunum. Önnur magnbundin takmörkun sem vert er að nefna er 20% hámark í einstaka félögum. Núverandi takmörkun, ég er með vitlausa glæri hjá mér. Eignaflokkatakmarkanirnar, þær eru mjög fókuseraðar á form umfram efni til viðbótar. Það er heimilt samkvæmt núgildandi lögum að eiga 80% af heildareign lífeyrissjóðs í UCITS-sjóðum fjárfestum í skuldabréfum og hlutabréfum fyrirtækja. En ef við ætlum að eiga sömu skulda- og hlutabréf í þessum sömu fyrirtækjum beint, þá mega eingöngu ráðstafa 60% af eignum lífeyrissjóðanna. Þannig að ef ættu að gilda magnbundnar takmarkanir hér, þá ættu þær að minnsta kosti að gilda jafnt sömu eignir með sambærilega áhættu. 20% takmarkunin sem ég var að byrja að ræða hérna áðan, það er önnur takmarkun sem vert er að nefna og hún var sett í núverandi mynd til þess að sporna gegn samþjöppun valds í íslensku efnahagslífi og tryggja eðlilega samkeppni og sneri því aldrei að áhættu lífeyrissjóðanna og það er hægt að fallast á að þetta geti verið réttlætanleg takmarkun á skráða innlenda markaðinum en hún var sett og víðtæk. Og fjármögnun óskráðra fjárfestinga á Íslandi, hún treystir í miklu mæli á fjármagn frá lífeyrissjóðanum. Og bara sem dæmi það ef eingöngu lífeyrissjóðir eru að fjármagna óskráð verkefni, að þá þarf að minnsta kosti 5 lífeyrissjóða að koma til þess að fjárfestingin eða fjármögnunin náist. Og þetta er óháð stærð eða áhættu fjárfestingarnar og þá áhættusnið lífeyrissjóðsins. Fjármögnun innvið á nýsköpunarsjóða og fyrirtækja er dæmi slíka fjárfestingu. Þannig að þetta getur verið hamlandi í þessum tilvikum. Og hér er eitt tiltekið dæmi og sem leggur áherslu á að þetta snúi ekki að áhættu, þessar magnbundnu takmarkanir, að það er óheimilt í núverandi lögum að eiga 25% beint í ákveðnu rekstrafélagi
En með því að eiga 20% í þessu tiltekna rekstrarfélagi og þá 20% í öðru eignarhaldsfélagi sem á í sama rekstrarfélagi, þá er hægt að fara umfram þessar 20% takmarkanir. Þannig að ef eiga að gilda takmarkanir þetta, þá eiga að gilda eins hvort og eigi beint í viðkomandi rekstrarfélagi eða í gegnum félög eða sjóði. Þessar takmarkanir, þessi 20% takmarkun, hún hefur líka neikvæð áhrif í einstaka tilvikum í fjárfestingum erlenda sjóða, en fjárfestarnir geta verið allstaðar á heiminum og til þess að þeir geti nýtt sér þessa tvísköttunarsamninga sem þjóðirnar okkar eru að gera sín á milli, að þá oft stofnuð svona sérstök félög eða kallast SPVs á ensku, til þess að fjárfesta með ólíka skattastöðu geti komið inn í sjóðinn. Og þetta oft margar inngönguleiðir fyrir margar þjóðir og fleiri inngönguleiðir stundum fyrir bandaríska fjárfesta. Og ef ekki nægilega margir fjárfestar með sömu skattalegu stöðu og við, að þá getur að takmarkað fjárfestinguna að því að takmarkunin á við inngönguleiðina en ekki heildarsjóðinn. Enn eitt dæmi varðandi 20% hámarkið, að ef að fjárfesting á í greiðsluvandræðum og lífeyrissjóður er fjárfestur 20% í óskráðu félagi sem lendir í greiðsluvandræðum og það sé á öðru leyti metið hagkvæmt að styðja við fjárfestinguna upp á langtíma hagsmuni fjárfestingarinnar, að þá getur það verið óheimilt ef aðrir hluthafar kjósa eða geta ekki tekið þátt í endurskipulagningunni. Þannig að þetta getur leitt til þess, og þetta getur oft verið mjög litlir fjármuni sem þarf til þess að verja mjög stóra fjármuni. Annað hlutfall sem vert að nefna er 20% hámarks hlutfall sjóðsins eða ráðstöfun eigna sjóðsins í óskráðum eignum. Seljanleika álag er gríðarlega dýrmætt fyrir þolinmóðan fjárfesti eins og lífeyrissjóð. Og þessi takmarkun hefur líklega verið sett til þess að takmarka einhversu svona lausafjáráhættu þannig að við eigum fyrir skuldbindingunum okkar í lokin. En þá getum við spurt okkur á Íslandi, er skráningamarka besti mælikvarði seljanleika? Eru stóru lífeyrissjóðirnir raunverulega mjög hreyfanlegir og seljanlegir á skráðum íslenskum markaði? Og eins og þeir nefndu hérna áður, að þá getur það bara vel verið að það sé skynsamt fyrir lífeyrissjóð að fjárfesta háu hlutfalli eigna sinna í óseljunum eignum og huga að seljanleikanum þegar skuldbindingarnum fer að stytta. Síðasta takmörkunin sem ég ætla að nefna hér í dag er að samkvæmt núgildandi túlkun á lögum þá má eign lífeyrissjóðs í sértryggðum bréfum einstaka banka hámarki vera 10% af heildareignum viðkomandi deildar. En sami sjóður má fjárfesta eða kaupa sértryggð bréf upp að 10% af heildareigninni, en hann má til viðbótar kaupa 10% í víkjandi skuldabréfum sama banka. Samkvæmt magnbundnu takmörkunum, ekki endilega samkvæmt skynsemisreglunni. Og sértryggð bréf ber ekki sömu mótaðiláhættu og á þennan útgefanda eða tiltekinn banka og önnur skuldabréfans, og þess vegna var sérstök ákvæði sértryggð bréf ætlað að koma til móts við það, en orðalagi því miður ekki nógu skýrt og þetta getur því verið hamlandi í dag. En eftir þessa yfirferð eru þá einhverjar magnbundna takmarkanir skynsamlegar samhliða skynsemisreglunni. En ef við spólum aðeins tilbaka og fjöllum hvað er skynsamt, að skynsemi getur verið afar breytileg. Það sem er skynsamt fyrir einn sjóð þarf ekki að vera skynsamt fyrir annan. Það sem er skynsamt á einum tímapunkti þarf ekki að vera skynsamt á morgun í allt öðrum aðstæðum. Og það sem er skynsamt fyrir tiltekinn lífeyrissjóð, það þarf ekki að vera skynsamt fyrir þjóðfélagið þó það fari í flestum tilvikum saman. Þannig að með þessa hagsmuni þjóðfélagsins að leiðarljósi geta þá einhverjar magnbundna takmarkanir talist skynsamar. Við ræddum takmarkanir á eignarhlut á skráðum markaði og það tengist þá kannski svona valddreifingu og skilvirkni á markaðinum því að langtíma lífeyrissjóðir hreyfa sig ekki kannski jafn mikið og skammtíma fjárfestar. Það mætti ræða líka takmarkanir á eign lífeyrissjóða einstaka mótaðila, gjaldmiðlaeign eða seljanleika eigna eða svona einhvers að þeir eigi fyrir skuldbindingunum í lokin, en það er oft hægt að deila hvort að skynsemisreglan geti átt þar í hlut. En
Það sem við vitum allavega að varasamt að hefta eignastýring á 95% af fjármagninu til þess að og setja reglur fyrir þær til þess að koma í veg fyrir einhver áhættusöm jaðartilvik og að magnbundnu takmarkanirnar þurfa að vera að skila meiri hag heldur en þær kosta. En ef við förum aðeins að eftirliti. Samkvæmt því sem við höfum farið yfir, þá svarið við því hvað skynsamt ef ég sletti it depends. Það fer eftir viðeigandi greiningu á fjárfestingarkosti hverju sinni, aðstæðum á markaði, áhættusniði lífeyrissjóðanna og svo framvegis og svo framvegis og svo framvegis. Þannig að hvernig höfum við eftirlit með því hvort að lífeyrissjóður sé að fjárfesta með skynsömum hætti fyrir sína sjóðfélaga og hvort hvort að eftirlitið eða þjóðfélagið meti þetta skynsamar fjárfestingar. Við erum viss það að það tekur meiri, það krefst meiri vinnu að hafa eftirlit með slíkri reglu, heldur en magnbundnu takmarkanir sem svona kannski check í box eftirlit oft. Við verðum að huga að heildarsamhengi þegar við erum að hafa eftirlit með skynsemisreglu. Það afar hættulegt að skoða einstaka mælikvarða í tómarúmi þegar maður hugsa til langs tíma. Og það þarf að gæta samræmis milli lífeyrissjóða. En umfram allt þá þurfum að taka með að því að fjárfestingar lífeyrissjóðanna eru afar ólíkar fjárfestingum og áhættusniði vátryggingafélaga og annarra fjármálafyrirtækja. Við erum með töluvert lengri skuldbindingar og áhættan á tímamisræminu á milli eigna og skulda því töluvert lægri. Það allt annað eignarhald. Lífeyrissjóðirnir hafa enga hluthafa. Við erum nokkurs konar umboðsaðili sem að fjárfestum fyrir hönd sjóðfélagana. Öll eignin, allur ágóðin í sjóðfélagana en áhættan líka. Og með tillit til þessa að þá þurfum við að huga því að setning áhættu vilja og áhættu þols með allt öðrum hætti heldur en í slíkum félögum. Þannig að og sérstaklega kannski hvað varðar markaðsáhættuna. Og mælikvarðar sem eru oft notaðir fyrir markaðsáhættu eru svona skammtíma flökt á markaði. Þannig að við þurfum að huga vel að því hvers konar áhættu vilja og þol við setjum varðandi markaðsáhættu. Til dæmis þegar við erum að velja okkur fjárfestingarleið í séreignarsjóði, að þá skoðum við eina svona áhættu sama leið sem með hátt hlutfall hlutabréfa, svo einhver sem með einhverja blöndu milli hlutabréfa og skuldabréfa og það aðeins áhættu minni leið og slík setning á áhættu vilja, til dæmis bara hlutfall hlutabréfa, kannski meira þess eðlis að vera til langstíma heldur en að setja einhver mörk á hvað hlutabréfi mega flökta innan árs eða innan hálfs árs. Nú, að lokum. Við skulum ekki gleyma því að skynsemisreglan gildir í lögum í dag og því eru sjóðirnir síður en svo að horfa í blindni á magnbundna takmarkanir í sinni eigna og áhættustýringu. En ef rétt aðeins staðið þá getur augið vægi skynsemisreglunar á kostnað magnbundinna takmarkana leitt til fjárfestingar sem falla betur að langtíma hagsmunum sjóðfélaga. Ég ætla þó að skilja ykkur eftir með smá varúð. Að með auknu vægi skynsemisreglunar að þá mikilvægara heldur en nokkur sinni fyrr að staldra ekki við í baksýnisspeglinum. Að dómur á skynsemi fjárfestinga verður að vera miðað við þær upplýsingar sem lágu fyrir á þeim tíma sem að fjárfestingakostur var metinn samkvæmt viðeigandi greiningu hagkvæmasti kosturinn. Áhætta ekki eitthvað sem lífeyrissjóðirnir eiga að forðast, heldur þurfa sjóðirnir að skilja þær og fá viðeigandi áhættuálag fyrir þær. Þau þurfa að huga að áhættudreifingu hverju sinni og uppbygging eignasafnsins í heild taki mið af skuldbindingum þess. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Rebekka. Mér heyrist verkefni vera að finna og rata rétt á meðalveginn sem að vonandi tekst þegar þessu vindur fram. Næstur í pontu og með síðasta erindið fyrir pallborðið Gunnar Ingólfsson. Hann áhættusérfræðingur í varúðareftirliti Seðlabankans og hann ætlar að fjalla skynsemisregluna út frá sjónarhóli fjármálaeftirlits. Gjörðu svo vel.
Komið þið sæl. Ég ætlaði sem sagt að fjalla aðeins skynsemisregluna út frá sjónarhorni okkar í fjármálaeftirliti. Eins og þið þekkið þá gáum við út svokallað sérrit eða umræðuskýrslu æskilegar umbætur fyrir lífeyrissjóði og í þeirri vinnu að það var fjallað sem sagt það hvað væri víðtækar magnbundnar við lýði í dag. Og ef við lítum á svona þróun erlendis að þá hefur skynsemisreglana verið að ryðja sér enn frekar til rúms og fleiri ríki eru farin að byggja á henni. En við í sérritinu þá farið svolítið yfir þessar magnbundnar takmarkanir og bent á ákveðna annmarka við þá. Og þegar við erum með svona víðtækar magnbundnar takmarkanir eins og tilvikið í dag hérna á Íslandi, þá má spyrja sig hvort skynsemisreglan nái virkilega flugi. Og mikið af þessum magnbundnu takmörkunum sem Rebekka fór ágætlega yfir, þær eru að skynsemisreglan að taka á þessum þáttum eða ætti að taka á þessum þáttum nú þegar. Og það hafa aðrir bent á annmarka eins og Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn í sinni úttekt og gert það tillögu að draga úr girðingum og þá sérstaklega girðingum sem eru til þess fallnar, eru jafnvel ekki að draga úr áhættu og lagt til að byggja og treysta enn frekar á skynsemisregluna. Og af hverju skynsemisreglan? Jú, markmiðið er að auka sveigjanleika og gera lífeyrissjóðum kleift að móta fjárfestingarstefnu í samræmi við hagsmuni sjóðfélaga og með þeim tilgangi að skila sem bestum árangri til lengri tíma. En hvers vegna ekki magnbundnar takmarkanir? Eins og Rebekka og Tómas fóru hérna yfir að þá áhættusnið sjóðanna mjög ólíkt og geta og svigrúm þeirra til áhættutöku misjafnt. Þannig að þegar við erum að setja einhver mörk í lögin, þá tökum við ekki mið af því. Hérna á myndinni til hægri þá sýni ég hvernig staða sjóðanna út frá þessu takmörkunum hámark eigna í tilteknum fötum. Og þið sjáið hérna á bláa kassaritinu og hérna appelsínu gula hvar lífeyrissjóðirnir dreifast út frá hámörkunum í eignaflokkunum og fyrir suma sjóði eru þessar takmarkanir íþyngjandi og eru fyrirstaða að meðan það býtur ekki á minni sjóði. Og svo eins og hefur verið komið hérna inn á að þá fela þessar magnbundnar takmarkanir í sér ákveðin svona kostnaðarauka vegna formskilyrða, varðandi skráningu og þetta eitthvað sem við höfum líka orðið áskynja í eftirliti að það að velta fyrir sér hvernig tiltekin fjárfesting passar inn í þessar magnbundnu takmarkanir og í stað þess að horfa á hver undirliggjandi áhætta og alls konar leiðir til þess að spila kannski á þessar magnbundnu takmarkanir eins og Rebekka sýndi hérna áðan. Og þetta verður þess valdandi að þetta svona slævir áhættuvitund og útgangspunktur verður meira út frá hámarki lagana sem dregur áhættuvitund. Svo þarf einnig líka að hafa í huga mögulegar hliðarafleiðingar af þessum magnbundnu takmörkunum. Meginþorri sparnaðar landsmanna í vörslu lífeyrissjóða sem gegna lykilhlutverki við fjármögnun íslensks atvinnulífs og styðja þannig við hagvöxt til framtíðar og því sérstaklega mikilvægt að allar takmarkanir séu vel ígrundaðar og verða að vera til þess fallnar að draga úr raunverulegri áhættu. Í eftirliti þá erum við tvo hatta. Við erum með eftirlit út frá lagatakmörkunum og svo eftirlit á grunni skynsemisreglu. Hérna á myndinni til hægri þá varpa ég ljós á sumar þessar magnbundnu takmarkanir svo að áttið ykkur á umfanginu. En þetta eru bara tvennar ólíkar nálganir í eftirlitsframkvæmd.
Auðvitað munu auðveldara að hafa eftirlit á grunni magnbundinna takmarkana, annaðhvort ertu innan heimilda eða ekki. En þetta hefur lítið skylt við svona skynsemisregluna í raun og veru. Og þegar við erum að starfa út frá eftirliti á grunni skynsemisreglu, þá eru frekar að horfa á áhættusniðið og undirliggjandi áhættu með tilliti til lífeyrisbyrðar og líftíma skuldbindinga og svo framvegis. Og svona út frá undirliggjandi áhættu þá segir staða sjóðanna út frá þessum magnbundnu takmörkunum lítið áhættuna. Og þegar við erum með eins og í dag svona víðtæk mörk, þá leiðir það sjálfkrafa til þess að magnbundnar takmarkanir verða ráðandi bæði í framkvæmd hjá lífeyrissjóðum en einnig í eftirliti að einhverju marki, eins og til dæmis varðandi fjárfestingarstefnurnar að þá útgangspunkturinn yfirleitt þau hámark laganna sem þau leyfa. En hvað þýðir eftirlit út frá skynsemisreglunni? Þá erum við að færa okkur meira yfir í það að meta áhættusnið lífeyrissjóða og hvernig og hvort hann samræmist við þann áhættuvilja sem stjórn lífeyrissjóða hefur markað. Og þetta eru þessi tveir þættir sem við höfum eftirlit, við erum að hafa eftirlit bæði á grunni skynsemisreglunni í dag, en þegar við færum okkur úr öllum þessu magnbundnu takmörkunum að þá náttúrulega eykst áherslan á þessa þætti. Varpaði ég ljós á svona nokkra útlagagreiningu sem styður við svona eftirlit, áhættu með eftirlit, þar sem við erum að horfa á hvernig áhætta sjóðanna með tilliti til svona undirliggjandi þátta. Myndin til vinstri, hún sýnir samþjöppun í eignasafni lífeyrissjóða með hliðsjón af stærð. Það má búast við því að þeir sjóðir sem eru stærri eigi betur vik að geta dregið úr samþjöppun með áhættudreifingu. En það eru kannski einhverjir útlagar þarna sem þá tilefni til þess að skoða. En svo myndin fyrir miðju, hún sýnir samband áhættu út frá staðalfráviki ávöxtunar og lífeyrisbyrði og myndin lengst til hægri sýnir svona stærð lífeyrissjóða og vægi óskráðra eigna, en það má búast við að stærri sjóðir hafi svona öllu jöfnu betri umgjörð til þess að stýra og hafa eftirlit með áhættu tengdri óskráðum eignum. En út frá skynsemisreglunni svo sem ekki ein rétt niðurstaða, það er ekki ein rétt fjárfestingarstefna, ólíkt til dæmis eftirliti út frá magnbundnum takmörkunum. En hér erum við svona fyrst og fremst að horfa á það hvernig ákvörðunin tekin og hvernig það samræmist þeim áhættuvilja og þoli sem hefur verið markaður fyrir viðkomandi sjóð. En forsenda eða svona grundvallaratriði fyrir það að það sé hægt að innleiða skynsemisreglu með fullnægjandi hætti að það sé liggi fyrir svona hvert skuli stefna og stjórn, hún ber ábyrgð á starfsemi og mótun eftirlitskerfi með áhættu og forsenda sú að lífeyrissjóðir hafa yfir að búa skilvirku eftirlitskerfi og eftirlitskerfi raun og veru það sem nær til allra innviða, ferla og ábyrgðarskiptingu sem stuðla að því að ákvarðanir séu byggðar með ígrunduðum hætti með hagsmuni sjóðfélaga að leiðarljósi. Og burðarstoð í þessu það sé skýr stefnumörkun frá stjórn.
og lykilþáttur í þessu er áhættuvilji og áhættuþol stjórnar og þennan áhættuvilja og áhættuþol þarf reglulega að endurskoða bara með tilliti til innri og ytri þátta, svo sem þróunu í skuldbindingu sjóðanna, líftíma og svo markaðsaðstæður. Og svo bara rétt að taka fram að skynsemisreglan, hún felur ekki í sér afléttingu á kröfum. Við erum í raun og veru að færa ábyrgð frá löggjöfunum til stjórnenda lífeyrissjóða að setja og marka sína ramma sem þeir vilja starfa eftir. Og þessu frelsi fylgir ábyrgð. Takk fyrir. Takk fyrir þetta, Gunnar. Og þetta var síðasta erindi fyrir pallborð og enn erum við svona frábærlega með tímann í lagi, við erum innan tímamarka. En næsta dagskráni er pallborðið. Þar verður umræðustjórinn Tinna Finnbogadóttir. Tinna er hagfræðingur og hún er líka sérfræðingur í málefnum lífeyrissjóða. Hún hefur sirka 10 ár verið starfsmaður fjármálaráðuneytisins en er núna sendifulltrúi ráðuneytisins í Brussel, í sendiráðinu í Brussel. Ég býð hana velkomna á svið og einnig þau sem er í pallborðinu, en það er Gunnar Baldvinsson sem er framkvæmdastjóri Almenna lífeyrissjóðsins, Ólafur Sigurðsson, framkvæmdastjóri Birtu lífeyrissjóðs, Björk Sigurgísladóttir, varaseðlabankastjóri fjármálaeftirlits, Tómas Brynjólfsson, varaseðlabankastjóri fjármálastöðugleika og Svandís Rún Ríkharðsdóttir sem er sviðsstjóri eignastýringasviðs hjá Brú lífeyrissjóði. Gjörðu svo vel, Tinna. Ég ætla bara rétt að árétta það út af streyminu, þá er nauðsynlegt að tala í míkrafónana og vonandi gefst tækifæri til þess að gefa kost á spurningum og sal og þá er líka mikilvægt að nota míkrafónana, annars ætla ég ekki að trufla. Velkomin öll, heyrist nógu vel, já. Takk kærlega fyrir þessi frábæri erindi sem við höfum hlustað á hér í morgun. Ég fæ allavega þá tilfinningu að öll vötn falli til Dýrafjarðar að einhverju leyti í þessu máli, allavega eftirlitið og lífeyrissjóðar og ráðherran eru sammála að við ættum að færa okkur frá magntakmörkunum og í átt að aukinni skynsemisreglu. En megin tilgangurinn með því að halda morgunverðarfund og bjóða fólki og fá hingað svona margt fólk, er rosa gaman að sjá hvað er mikil þáttaka hér, auðvitað að virkja samtali við ykkur. Þannig að mér langar endilega að bjóða ykkur öllum að hugsa hvort þið séu með góðar spurningar til fólksins í pallborðinu. Ég er líka með spurningar, þannig að hafi ekki áhyggjur ef þið finnið ekki upp á neinu. En ég ætla að minna ykkur á að vera í streymi, þannig að þeir sem að vilja bera fram spurningar að þeir réttu upp hönd og mér skilst að Vilborg ætla að labba með hljóðnema og þið þurfið að kynna ykkur og helst að vera bara með stutta einfalda spurningu og það verður rosa gott ef þið myndi beina henni að einhverjum í pallborðinu. En ég ætla kannski að byrja á að spyrja hann Gunnar Baldvinsson sem hefur nú lengi verið að fást við stýringu á lífeyrissjóðum. Tómas fór alla leiðina aftur til ársins 1997 í sinni kynningu, en Gunnar, hvað gerðuð þið eiginlega fyrir þann tíma? Já, þetta er góð spurning og ég skal segja frá því að svona í aðdraganda þessa fundar er ég búin að vera að fletta í gömlum skjölum bara og rifja upp. Fyrir þá sem ekki vita þá er ég búin að vera að starfa hjá lífeyrissjóði síðan 1990 og ég komst að því að svona upp úr 1990 þá voru málin töluvert öðruvísi en þau eru í dag og þá má segja að
þá höfum við verið að nota svo kalla skynsemisreglu eða sem ég kalla nú bara heilbrigð skynsemi. Þá voru lífeyrissjóðir yfirleitt ekki að setja sér fjárfestingarstefnu en það voru heimildir í samþykktum. Lífeyrissjóðir sem starfa á sviði samtaka aðila vinnumarkaðarins voru margir bundnir af samkomulagi frá 1986 fjármögnun húsnæðisstofnunar eða byggingarsjóðs ríkisins og þurftu að verja tiltölulega háu hlutfalli að ráðstöfunarfé til að kaupa skuldabréf húsnæðisstofnunar eða skuldabréf byggingarsjóðs. Og einn af þeim sjóðum sem ég stýrði, hann var þannig og þá var nú eignastýringin svolítið þannig að maður fekk símtal í lok mánaðarins. Nú komið að því að kaupa skuldabréf frá byggingarsjóði og það gerði maður. Og afgangurinn fór síðan bara í einhver skuldabréf sem þóttu heppileg. Ríkisskuldabréf, skuldabréf sveitarfélaga, sjóðfélagalán og svo framvegis. Að þetta breyttist, eignastýringin, hún breyttist á 10. áratugnum. Sjóðirnir voru byrjaðir að kaupa hlutabréf og frá 1994 erlend hlutabréf og erlend verðbréf. Og þá var áhersla á faglega eignastýringu líka að aukast, bæði hjá sjóðunum og við fundum það líka hjá eignastýringafyrirtækjum hjá bönkunum. Þannig að ég fann fjárfestingarstefnu sem Lífeyrissjóður Tæknifræðingafélags Íslands setti sér á sínum tíma, stefna sem var sett áður en núverandi lög voru sett. Þar voru markmið eignaflokka, vikmörk og bara mjög góð umfjöllun rökin fyrir þessari fjárfestingarstefnu. Þannig að þarna má segja að skynsami stefnan hafi bara virkað mjög vel. Ég vil líka segja 1997 þegar lögin voru sett að við vorum bara tiltölulega ánægð með þær magntakmarkanir sem þar voru. Mér persónulega fannst þar bara góðar og þetta var ágætis svona viðmiðanir fyrir okkur fram á við. Ég kannski kem að því síðar að það kannski á ekki við lengur og þær breytingar sem urðu 2016, þær flæktu þetta svolítið en í upphafi fannst mér magntakmarkanirnar bara að finna góða. Já, gaman að heyra að fólk geti bæði verið skynsamt og með ákveðna magntakmarkanir án þess að vera kannski sagt að gera það nákvæmlega í lagatexta. Ég sé enga hönd upprétta, þannig að þá ætla ég að taka næstu spurningu. Óli, við unnum saman við þessar lagabreytingar árið 2016 og þá var svolítil umræða þýðinguna á orðinu prudent, sem á íslensku getur þýtt bæði að vera varfærin og að vera skynsamur. Og við völdum að nota orðið skynsemi í þessu samhengi. Gætirðu fjallað svona út frá þínum sjónarhóli sem framkvæmdastjóri Lífeyrissjóðs munin á því að vera varfærin og að vera skynsamur? Ég skal reyna allavega og þegar Gunnar gleymdi því þegar hann var skyldaður til að kaupa skuldabréf þá báru þau held ég 6% raunvexti og ég vissum að það hefði bæði verið skynsamlegt og varfærið að kaupa það miðað við hvernig staðan í dag allavega. En eins og þú sagðir, ég man eftir þessu samtali á þann veg og ráðherra komið auðvitað að því að lífeyrissjóðir eru svolítið öðruvísi heldur en tryggingafélög og það þótti málskilningur okkar við borðið var sá að varfærni endurspeglaði svona í málskilningi aðeins meiri áhættu tregðu heldur en að vera skynsamur. Og þá myndi ég segja að ég þekki fólk sem varfærið en ekkert endilega skynsamlegt, en ég held að þeir sem eru skynsamir eru líka varfærnir. Og svo heyrir maður oft fólk tala að það sé skynsamlegt. Við erum nánast að drepa bankakerfið úr reglum. Og núna hafa meira segja seðlabankar á Norðurlöndum viðurkennt að kannski hefur það verið of varfærið
og að það sé kannski skynsamlegra að draga aðeins úr því. Og ég veit ekkit hvað, ég held að þetta sé einhverju lítið hártoganir, við þurfum ekkit endilega að gera greinamun þarna á milli, en það er bara gaman að það skuli hafa orðið ofan á að nú eru tryggingafélög varfærin en lífeyrissjóðir skynsamir. Af því að það gilda sömu reglur tryggingafélög sem eru bara mjög samhljóða þessum reglum sem gilda lífeyrissjóði. Þær eru skynsemisreglur og eru auðvitað fyrst og fremst hegðunarreglur, og þó það hafi ekki komið fram í þessum frábæru erindum, þá er þetta prudent man eða prudent person. Ég vona að allir telja sér trú að ég sé skynsamur í þeim skilningi að við starfrækjum skyldur okkar af einhvers slags háttvísi, við framkvæmum af skynsemi og gerum kannanir, áreiðanleika kannanir. Þetta er allt lýsing á því hvernig við höfum að hegða okkur en ekki hvað við megum ekki gera. Og ég held að það sé bara fín bót við það sem áður var, að það er að segja okkur hvernig við höfum að framkvæma hlutina. Við höfum að gera það við, það verið í aðgát, kunnáttu, og það er svolítið annað heldur en að segja að þú mátt haga þér eins og vitleysingur upp í 20%. Af því að þessi regla er í gildi. Við eigum, magnbundnar takmarkanir eru ekki, það er stundum vísað til þess að þessu lágmarkskröfur og svo tekur skynsemin við. En er þetta ekki hámark eins og hér hefur verið lýst? Við megum ekki fara upp fyrir tiltekna magnbundnar takmarkanir og við verðum að vera innan þeirra, en samt eru allir sammála að það geti bara verið mjög skynsamlegt að fara yfir það. Ég veit ekki hvort að þetta varpa einhverju ljósi á munin á skynsemi og varfærni. Nei, og eflaust mismunandi túlkanir á því svo sem. En bæði eru bara fín orð og þó ég mæli fyrir skynsemi að því mér finnst það fallegra orð. Mér sýndist vera ein spurning í sal. Gæti ég beðið... Getur þú rétt upp hönd aftur? Já, takk. Sæl, ég heiti Sigríður Ingibjörg Ingadóttir og ég sit í stjórn Lífeyrissjóðsins Brúar. Og ég ætla að þakka kærlega fyrir þennan fund, mjög áhugaverð erindi. Og maður kannski hugsa þegar aðilar á fjármálamarkaði eru svona rosalega sammála, þá er það kannski smá hættumerki, en ég er alveg sammála því sem að hér hefur komið fram. Það er skynsamlegt að líta meira til skynsemi en magnbundinna takmarkana. En mér langar aðeins að taka upp það sem að ráðherra kom hér inn á, þó að hann sé ekki í pallborði, en það væri kannski áhugavert að heyra til dæmis eins og frá minni konu, Svandísi, sem er í áhættustjórnun, og fleirum hér í pallborðinu, en hann talar sem sagt útgáfu ríkisskuldabréf og í raun sé verið að fjármagna neyslu og það sé þá í raun og veru eins og gegnumstreymi, en svo búum við samt í því umhverfi í dag að það er gríðarlega óvissa á fjármálamörkuðum, þó að við vonum að það sé kannski ekki til mjög langs tíma, en við vitum samt að það er rosalega miklar breytingar bara í heimshagkerfinu og óvissa, en við vitum líka að hið opinberir í gríðarlegri fjárfestingarþörf. Og þá getur maður einmitt velt fyrir sér, það eru kannski varfærnar, eða þú veist, það sem ýtir undir hagvöxt til framtíðar. Þetta er ekki bein spurning, mér fannst þetta bara áhugavert, af því að, og nú er ráðherra ekki til svara, þannig að þetta er kannski svolítið ósanngjarnt, en maður velti fyrir sér eitthvað sem að, já, hann er þarna, ég veit, en eitthvað sem að kannski virkar mjög varfærið, en stundum er mikil varfærni skynsamleg, hér kannski tala ég sem áhættufælin kona, ég bara velti þessu upp. Hvernig, þú veist, þessi óvissa sem við búum við í hagkerfinu núna og þessi breyting er einhverju sérstakir þættir sem við þurfum að hafa að. Og mér finnst í raun og veru pínu lítil, og ég er ekki að vísa eitthvað sérstaklega í lífeyrissjóðina, en mér finnst við vera svo litið í afneitun með þá rosalegu óvissu sem er í kringum okkur. Takk fyrir. Svandís, getur þú kannski varpa ljósi á þetta frá sjónarhóli eignastýringar? Já, takk fyrir þetta, bara frábært innlegg líka og svo sé sagt, frábært innlegg áðan líka í þinni kynningu og þessum erindum sem hafa verið hérna.
En klálega er áhætta og í umhverfinu hjá okkur og það er auðvitað allt líkjandi og alltaf og svolítið viðfangsefni sem að við erum að fást við stöðugt og þurfum við svolítið að vera undir það búin að geta haft sveigjanleika til að bregðast við og þar kemur skynsemi, myndi ég segja, alveg mjög sterkinn og stefna sem er mörkuð af skynsemi og sett með vikmörk til þess að líka geta gripið þá til aðgerða eftir því sem að markaðsaðstæður eru með mismunandi hætti. Ég þekki það öll að við fáum alveg alvöru sveiflur í eignamarkaðina hjá okkur og við viljum og þurfum að geta brugðist við því. En vitanlega erum við líka langtíma fjárfestar og höfum ákveðna þolinmæði byggða á því út frá dreifingu á eignunum hjá okkur. En það þýðir ekki að við bara setjum það niður með að við magnbundnu takmarkanirnar, þessi hlutföll eru komin, þetta er frábært og nú getum við bara slakað á. Þannig auðvitað virkar alls ekki og við þurfum að geta brugðist við. Við þurfum að geta haft í huga að á hverjum tímapunkti skiptir máli fyrir okkur að geta sett í réttu eignaflokkana og geta líka fært úr þeim ef ástæða til þess. Varðandi ríkisbréfin, þá held ég að það sé búið að vera viðvarandi stef hjá mörgum sjóðum að hlutfall hefur kannski ekki verið að aukast endilega síðustu ára, þar sem að kannski álag hefur verið meira á önnur trygg skuldabréf líka sem horft hefur verið til. Og við erum alltaf að meta bestu fjárfestingarna fyrir sjóðfélaga, þó að það sé frábært líka að fjármagna góð verkefni á ríkinu. En það eru líka fleiri aðferðir til þess sem hafa líka verið töluvert ræddar á okkar vettvangi síðustu misserin sem er bara frábært og verður vonandi kannski eitthvað meira með varðandi svona það sem farið í sérstök verkefni og sérstaka fjármögnun á því. Því það er líka eitthvað sem hugnast sjóðum að geta tekið ákvarðanir út frá að vitandi þetta í hvað er fjármagnið að fara og hvert er formið. Og við eigum alveg góð dæmi að slíkt hafi tekist vel. Þannig að vonandi við sjáum bara meira af því líka á komandi misserum. Takk kærlega. Ég er alveg viss að Tómas vill segja eitthvað út frá sjónarhóli efnahagsmála þetta. Já, takk. Mér finnst þessi umræða akkúrat hvað er skynsemi svo áhugaverð og ég man eftir samtali ykkar 2016 og þá verður, það sem mér er mjög hugleikið er að það sem er skynsamt fyrir einstaka sjóði þarf kannski ekki alltaf, þó sé vonandi eiginlega alltaf, það er ekki alltaf að vera skynsamt fyrir samfélagið eða hagkerfið allt og það er mikilvægt einhvern veginn að gera sér grein fyrir því sem að ég veit að þið gerið ykkur öll grein fyrir að það er búið að taka það ákvörðun að eiginlega allur sparnaður samfélagsins fyrir gegnum þessa leið og ef við ætlum að hafa hagvöxt og svolítið inn á kannski það sem Sigurður Ingibjörg var að minnast á þá þarf að fjármagna það sem hefur gerst til dæmis eftir held ég breytingar 2016 að það var meiri áhugi á fjármagna vísisjóði. Það hefur komið meira fjármagnin í svona fyrstu skref í hagkerfinu sem er frábært og það verður verra ef einhvern veginn allir yrðu svo skynsamir eða svo svakalega varfærnir að þeir myndu hætta að leggja fjármagn inn í það sem að knýr hagkerfið áfram. Og það er einhvern veginn, það sem er kannski ráðherrann of neikvæður gagnvart eigin verkefnum. Ég held að það sé einhvern veginn verkefni verður ekki arðbærara fyrir samfélagið þó að það er eitthvað sérstakt innviðafélag eða eitthvað sérstakt verkefni. Það er bara fullt sem ríkið er að gera, kannski ekki samneyslan öll. Það er ýmislegt sem ríkið er að gera sem bætir hagvaxtargetu hagkerfisins og það er lögð áhersla á það bara í ríkisfjármálunum almennt. Þá þarf ekkert eitthvað að færa ykkur krúsidúlur með verkefnin. Þannig ég veit ekki hvernig maður setur þetta inn í lagateksta við einhverju svona stórar breytingar, en ég held að þetta sé eitthvað sem fólk verður að hafa hugfast að þó það væri skynsamlegt fyrir hvern og einn sjóð að fara bara í einhvern bandarískan hlutabréfasjóð með 100% eignir, þá getur það verið ekki skynsamlegt út af þeirri ástæðu við höfum ákveðið að setja allan sparnaðinn í gegnum þetta kerfi. Takk. Óli, hafið þú einhverju að bæta við? Það eru fleiri sem vilja tala, en mér finnst þetta í raun og veru góð spurning að því leyti til að hún talar bæði til varfærni og skynsemi. Ef að þörf hins opinbera er að fjármagna innviði, að það teljist eitthvað sérstaklega varfærið að lífeyrissjóður kaupi þá skuldirnar til að þeim líði betur og ríkið beri áhættuna. Akkur ekki bara snúa þessu við, ef að lífeyrissjóður geta borið áhættu, að þeir beri hana þá sem hluthafar og þá þarf ríkið ekki að skuldsetja sig eins mikið. En út frá stöðuleika getur líka verið mikilvægt að við hræðum ekki starfsmenn í
sömu átt og allir hinir sem hafa áhyggjur af því að þegar að allir hafa áhyggjur þá það eiginlega, og allir bregðast við henni, sveiflu aukandi. Að ef við á einhverslega svona skynsemisnótum hvetjum sjóðfélaga eða lífeyrissjóði til að fara stundum gegn hagsveiflunni, að þá getur það auðvitað verið sveiflu minkandi eða ekki, sveiflu jafnandi, kontrasíklikal. En það auðvitað erfitt þegar allir eru sammála að það sé vont veður úti að siga einhverjum út. Takk hérlega. Ég sjá, það eru komnar nokkrar spurningar í sal. Það var ein hér, ef við getum byrjað þar. Já, góðan daginn. Stefán Sveinbjörnsson heiti ég og sit í stjórn Lífeyrissjóðs verslunamanna. Bara takk fyrir frábæri erindi og slíkt. Ég vildi beina spurningu til hennar Bjarkar varðandi áhættustýringu í lífeyrissjóðum, hvernig hún sjáir fyrir sér að breyting verði á henni og það hvort að það þurfi meiri resursa inn í lífeyrissjóðina varðandi áhættustýringu ef það verður farið út í skynsemisregluna. Og síðan vil ég beina spurningu til Tómasar að því að ef við erum að afnema þetta úr lögum, nú hefur við séð það að Seðlabankinn hefur verið að setja ýmsar reglur varðandi banka og slíkt, má þá búast við því að það verði bara farið að setja einhverja svona reglur að Seðlabankanum einhverja magnbundnar takmarkanir og eitthvað slíkt, svona einhverja tímabundnar reglur. Takk. Takk hérlega. Björk, þú vildi byrja? Já, ég skal byrja. Fyrst mig langar bara að þakka fyrir hennan þessa málstofu og frábæri erindi áðan. Mjög gaman að sjá og það var líka bara svo áhugavert hvað þau voru samhljóma. Að þrátt fyrir aðal verið að koma frá lífeyrissjóðum og frá eftirlitsaðilum þá talaði þetta allt í sömu átt. En varðandi áhættustýringuna, kannski snýrað erindinu sem að Gunnar komi áðan að með afléttingu eða verulega afnámi þessa magnbundnu takmarkana þá ljóst að það þarf að styrkja stjórnkerfi lífeyrissjóðana og áhættustýringuna og það ábyggilega mismunandi milli lífeyrissjóðana sjálfra. En mér langar samt að geta þess að það búið að taka nú þegar bara stór skref í þá átt og ég ekki að sjá að þetta sé einhver gjörbreyting með þessu en allavega þannig að það sé skýrt að þarna stjórnin að koma inn með meiri ábyrgð. Það maður sér fyrir sér að allar fjárfestingaákvarðanir þær séu frekar, það séu meira búið að setja stefnuna, það sé verklega í kring og þar sé svolítið áherslan líka í okkar eftirliti og það alveg klárt að þrátt fyrir að ég sé ekki þessi umbreytinga, þetta ný nálgun og þetta krefst þekkingar og við séum tilbúin að taka okkur þetta verkefni. Við höfum líka, þetta ekki fyrsta skiptið, við sjáum, þetta var 2016-17 sem að í rauninni þetta skrefi stigið varðandi lífeyrissjóðana, varðandi vátryggingafélögin og þá og ég man alveg eftir umræðin inni í fjármálaeftirlitinu þá að þetta var alveg svona smá áhyggjuefni hvernig eftirlitið myndi þróast en þetta var það lokum ekkert vandamál og áherslan meira á þetta umgjörðina, hvernig öllu þessu verið stýrt. Við sáum það líka að þrátt fyrir að lögin tóku gildi strax að þá tók þetta tíma hjá vátryggingafélögunum og ég kannski ekki að bera alveg vátryggingafélög saman við lífeyrissjóðir, við erum alltaf aðra stærðir en þetta sama hugsunarháttur og þarna sáum við að vátryggingafélögin þau voru kannski svolítinn tíma að styðjast við þessa magnbundnu takmörkun sem voru í lögunum og smám saman færðu sig yfir í að stýra betur út frá áhættu og svo framvegis. En það alveg ljóst í mínum huga að það nauðsynlegt að svona út frá fjármálaeftirliti að þá þessar magnbundnu takmarkanir bara til trafala svo mörgu leyti. Það ekki alltaf áhættu með þær eru meira að horfa form heldur en efni. Við erum að sjá bara mikið kostnað, ég man ekki hvort að Rebekka kom inn á það áðan, að það verið að skrá gerninga á markað bara til þess að ná skráningun og falla inn í einhverja ákveðna fötu í lögunum. Og þetta eru kannski bréf sem fara svo aldrei í rauninni skipta ekkert hendur eftir að þau eru sett á markað. Þannig að það svona margt í þessu sem að í rauninni hvetur í þessa átt og ég heyri allavega salurinn og erindin áðan að það allir sammála að stíga þessi skref. En hversu langt stigið svo annað mál og þar kom inn alls konar sjónarmið sem búið að ræða hér, kannski ekki beint fjármál eftirlitstengt sjónarmið, heldur það að það þetta bara svo stór, lífeyrissjóðurinn svo stór partur af bara þjóðfélaginu. Og kannski eitt að lokum að
maður myndi mjög gjarnan vilja sjá að við værum að, í þessari vinnu væri verið að sjá hvernig þetta ætti að lokum að líta út. Að það væri ekki verið að stíga lítið skref og svo aftur lítið skref, heldur væri við að sjá bara heildarmyndina, en svo var þetta búta skrefi niður ef að vilja til þess. Þetta er hvort svara spurningunni, en já, klárlega hefur einhver áhrif á stýringar lífeyrissjóða. Já, nei, ég held að það sé alveg ljóst að við erum áhuga fólk að losa magnbundna takmarkanir. Þannig að það væri frekar skrítið að fagna þeim breytingum og fara svo að setja einhverja reglur á vegum Seðlabanka sem ganga síðan þvert gegn því. Og ég held einhvern veginn, ég var tíma stjórnarformaður í lífeyrissjóði, mín upplifun af þessu umhverfi sem var lýst í þessum frábæru erindum ekkit langt frá því sem að starfsemi stjórnarna þegar. Það þarf að sníða einhverja agnú af einhver staðar, en þetta ekki einhver mín allavega upplifun úr þekkingu mín á þessu kerfi, þetta ekki einhvern veginn, einhver gjörbreyting. Það sem ég held að sé áhugavert í þessu sem að þú spyrðu og Björk að segja, að síðan þetta eitthvað svona skali. Þú ert með eitthvað sem skynsamur og hann verður ekki bara allt í einu óskynsamur. Á einhverju tímapunkti svona, þú ert skynsamur svona aðeins minna og þar þarf samtalið að verða milli eftirlitsins og bankans og lífeyrissjóðsins. Og hvar meturðu það? Og það einhvern veginn, án kannski þess að hafa magnbundnar takmarkanir, þá getur við verið að bera saman viðkomandi lífeyrissjóður í sínum fjárfestingum komið bara langt frá öðrum sambærilegum lífeyrissjóðum og setja einhvers konar viðmið sem ég held að hugsanlega ætti að vera í löggjöfinni að heimildin til eftirlitsins eða bankans ætti að vera skýra að geta hafið samtali á einhverjum tímapunkti. Og þá horfum við til, við höfum rætt aðeins við okkar hollensku kollega, þeir voru með lífeyrissjóðu sem hafði farið í þá leið að fjárfesta 13% eigna sinna í gulli, meðal sem eiga það samtalið við lífeyrissjóðinu og segja þetta óskynsamlegt og bara nei, þetta frábær fjárfesting. Og hvernig ferðu áfram með það samtal? En allavega í Hollandi var það þannig að sambærilegir sjóðir voru með innan við 3% eigna sinna í gulli. Þannig að það allavega eitthvað svona viðmið sem þú þarft að finna þér, held ég. Þó situr ekki magnbundnar takmarkanir, þá þarft að tala þetta út frá einhverjum tölum, ekki bara tilfinningu þinni að þú sett skynsamur. Takk. Má ég aðeins bæta við þetta? Ég sammála því að þetta leggur meiri hvað á okkur, en þetta er ekki gerbylting. Auðvitað hefur áhættu stýring sjóðanna snúið að áhættu þoli, áhættu vilja og líta til aldurssamsetningu, lausafjárstýringar og svo framvegis. Ég hef frekar litið á þessa magnbundnu takmarkanir sem viðbót. Þannig að þetta verður ekki stór breyting. Þetta kannski losar okkur frá því að vera að hugsa þessar takmarkanir sem einhverju leyti eru farnar að þvælast fyrir okkur. Og þá kannski það sem ég náði ekki að segja áðan að því nú maður búin að ganga í gegnum eins og við vorum fyrst með stýrðum eignum með hliðsjón af heilbrigðri skynsemi, svo komu þessar magntakmarkanir sem komu 1997 og var síðan bætt við 2016. Sjóðirnir eru gerbreyttir, þeir eru orðnir miklu stærri. Það er í nánast öllum sjóðum mjög öflugar eignastýringadeildir. Það er komin mjög góðar áhættustýringadeildir innan sjóðana, kannski að einhverju leyti vegna þess að reglur hjálpuðu okkur svolítið að efla þá starfsemi. Þannig að við höfum þroskast og ég held bara að við séum alveg tilbúin í það að þurfum ekki þessa magnbundnu takmarkanir lengur. En þetta verður ekki bylting í áhættustýringu. Takk kærlega fyrir þetta. Það er einn hljóðnemi í hönd hér á fremsta bekk. Gjörðu svo vel, Gunnlaugur. Já, sæl. Ég heiti Gunnlaugur, vinn hjá fjármálaráðuneytinu. Mig langar til að spyrja skoðun á tvennu sem hefur verið rætt og hver sem gæti rauninni svara. Ég kannski beini til Ólafs og Tómasar til að beina þið til einhverja. Annars vegar þá umræðum hvort að lífeyrissjóðir eigi að vera beinir þáttakendur á fasteignalánamarkaði með því að lána sjóðfélögum til fasteignakaupa eða hvort það eigi beina þeim í að vera frekar óbeinir þáttakendur og þá væntanlega einhverju gegnum kaupa á sértryggðum skuldabréfum bankana.
og hins vegar hvort það eigi heimila lífeyrissjóðunum að lána verðbréf sem væri þá einhver liður í að liðka fyrir skortsölu viðskiptum. Ég sammála Gunnar að þú þroskast mjög mikið frá því að ég kynntist þér fyrst. Ég hef ekkert farið lengt með það og studdur af stjórn og baklandi birtu að við ættum að heimila lífeyrissjóðum að kaupa fasteignalán af sjóðfélögum. Ekki bara eykur að fjölbreytni, heldur eykur að einhverju liti viðnámsþrótt kerfisins þegar einstaka bankar lendi í vandræðum í nokkra daga, að þá skulle vera einhver annar sem getur allavega lánað. Og ef við lendum í vandræðum þá starfsemi, þannig að ég þar. Það má alveg samræma reglurnar og setja sambærilega kröfur á okkur en við erum eðlis ólík og ef að þessum takmörkunum verður bara bókstaflega tekin úr lögunum og þá varðar það bara skynsemina hvort að það hentar einstakum lífeyrissjóði að kaupa skuldabréf til 40 ára sem að ekki hægt að gjaldfella eða selja sérstaklega vel og þá bara fínt að geta gripið í sértryggð skuldabréf líka. Og ég bara alfarið þar og svo hef ég, og það var nú nefndar álitið 2016 að það getu ekki bara okkar heldur markaðarins til að taka upp áhættustýringar verklag ef að það hægt að fá lánuð bréf hjá stofnanafjárfestum sem að geyma þau jafnvel bara upp í hillu að því að þeir ætla sér að eiga þau út líftíman. Að ég mjög fylgjandi persónulega heimild lífeyrissjóða til að lána verðbréf. Enda sé það með þannig umgjörð að það sé nokkuð tryggt að þau komi tilbaka þegar það á að skila þeim. Enda, og svo getum við haft tekjur af þeim líka sem ennþá betra. Já, varandi seinni punktin sem kannski fljótt svarað, þá ég fullkomlega sammála á Ólafi. Það hefði verið gott skref 2016 og væri ennþá betra núna. Það eru skiptar skoðanir innan bankans varðandi húsnæðislán. Ég sjálfur held að það sé skynsamlegt að sjóðirnir geti lánað. Það bara ýmislegt sem fylgir því bæði svona þjóðhagslegt og þess að hann kemur inn á að það getur verið svona stöðugra framboð af fjármagni. Ég held samt að þetta vera þannig að stjórnir setji ekki vexti á íbúðalánum. Ég held að það væri mikilvægt skref. Og það sé svona kannski sambrýn. Það eina sem mér líður illa með þessu tilfelli í mínu starfi núna að sjá þegar að fjármagn flæðir mjög hratt milli banka til lífeyrissjóða og svo aftur tilbaka eftir einhverjum hvernig skilirinn á fjármagnsmarkaði. Það sem allt í einu ári lífeyrissjóðarnir verða rosalega stórir í útlánum og síðan einhvern veginn vegna lánaframboðs eða vaxtastigs að þá einhvern veginn verðast hverfa af markaðunum á móti. Já, einmitt, þetta svona kerfislægt. Ég held að það sé ekki endilega vandi við það að lífeyrissjóður sé að lána. Heldur það eitthvað kerfislægt vandamál sem ég myndi vilja leysa og ég held að það myndi að leysa helsta áhyggjuefni mitt varðandi þetta. Takk kærlega fyrir þetta. Líka varðandi verðbréfalánin og álit efnahags- og viðskiptanefndar frá þeim tíma þá held ég að það sé búið að koma að einhver leyti til móts við áhyggjur sem þar voru viðraðar með nýri löggjöf meðal annars skortsölu. Þannig að það svona kannski einhver leyti víða tilefni til þess að endurskoða margt vegna þess að löggjöf annar staðar hefur breyst. Bara löggjöf flesta aðra eftirlitsskylda aðila hefur breyst frá árinu 2016. Fjármála eftirlitið hefur breyst og starfsemi þess og áherslur og samrunnu við Seðlabankann. Þannig að það ýmislegt svona utanaðkomandi sem að gæti líka haft áhrif á að við höfum öll þroskast. Ég sá það var spurning úr sal hér. Já, gjör svo vel. Já, takk fyrir góð erindi og góðan fund. Mikil fróðleikur sem hefur komið hérna fram og áhvert að sjá ákveðin samhljóm. Ég heiti Davíð Rúdolfsson og framkvæmdastjóri Gildis lífeyrissjóðs. Mér langar til að spyrja, kannski grípið þeir sem vilja. Það hefur komið hérna kannski fram samanburður við vátryggingafélög, Björk, í þessu samhengi og ég velti aðeins fyrir mér, það hefur verið umræðu það ef magnbundnar takmarkanir eru afnumdar, hvað kemur í staðinn? Og spurningin lífeyrissjóðir eru allt annars konar fjárfestir heldur en margir aðrir, eins og hefur komið líka fram á fundinum, meðal annars í máli ráðherra.
Þeir hafa ekkert eigið fé, þeir eru að fjárfesta eingöngu fyrir sjóðfélaga og hafa getur til þess að fjárfesta til afskaplega langs tíma. Og maður veldur aðeins fyrir sér hvort það sé eitthvað sem að Seðlabankinn sér fyrir sér að koma í staðinn og gætið orðið til þess að draga úr þessu mikla styrkleika sem lífeyrissjóðirnir hafa að geta hugsa til langs tíma og þarna ég þá að velta fyrir mér af því að þú nefndir vátryggingafélög. Leið og þú ert farin að setja einhverjar hömlur byggt á einhverjum mælingum á flökti eða einhverjum öðrum slíkum mælikvörðum, þá getur glatað mjög fljótt þessum styrkleika að sjóðir einmitt við erfiðar aðstæður eða áföll á mörkuðum geti fyllt sinni fjárfestingarstefnu og bætti þá eignaflokkar sem hafa jafnvel lækkað verulega á erfiðum tíma þegar aðrir fjárfestingar kannski hafa ekki möguleika til þess. Kannski beina þessu til Bjarkar og ef það eru aðrir sem vilja taka boltann. Ég skal spyrja, rátt ég var nefnt vátryggingafélögin, það var það náttúrulega bara út af því að þeir hafa farið í gegnum þessa umbreytingu að fara úr svona magnbundnu takmörkunum yfir í alfarið í þessa skynsemisreglu. Og það sem eins og þú nefnir, það sem skynsamlegt fyrir lífeyrissjóði kannski ekki endilega skynsamlegt fyrir vátryggingafélög og það sem skynsamlegt fyrir einn lífeyrissjóð ekki endilega skynsamlegt fyrir annan. Þannig ég held að það sé svona eðli þessara reglna að í rauninni þetta bara atviksbundið, hvað skynsamlegt fyrir og veltur á sjóðfélögum, öllu stærð og umfangi og öðru. Og ég ekki að sjá þú nefnir eitthvað flökt og annað og þú veist, auðvitað hefur væntanlega með svona umgjörð og væntanlega þið hafið í dag einhverja svona innri mælikvarða og það kannski sumir mælikvarðar eru strangir hjá ykkur, aðrir eru kannski bara til að flagga. Líka til þess að geta kannski hort í baksýnisspegilinn og skoða kannski í ljósi hvernig þið mæli svo tapsáhættu af einhverjum fjárfestingum. Þannig að þetta bara allt umgjörðin og varðandi hvort við sæjum fram á einhverja aðra takmarkanir þá erum við bara ekki komið þangað en ég ímynda mér sumir í okkar húsi vilji sjá einhver takmarkun varðandi gjaldmiðilinn. Ég hef svona aðeins verið að velta fyrir mér varðandi mótaðilega áhættu eða kannski áhættu tengt þegar lífeyrissjóðum útvistað því við sjáum þar að það mikil tilhneiging til þess að það meiri hærra prósenta, hærra hlutfall af fjárfestingum slíks lífeyrissjóðs í viðskiptabanka, einstökum banka og sem ekki kannski skila sér í betri ávöxtun heldur þvert á móti. Þannig að ég held að þetta svona, því hvort þetta svari spurningunni, einhver sem vill bæta við. Já, ég held að þetta áhugaverð nálgun út af því að eins og kom fram í svona fínu erindum áðan þá skynsemisreglan þegar við líði. Við sjáum ekkert fram að við ætlum einhvern veginn að endilega breyta því hvernig við umgöngust þá hugmynd. Þannig ég held að þó við séum að leita einhverja fyrirmyndi í hvort sem það sé Evrópulöggjöf á vegum einhverja lífeyrissjóði eða starfstengda lífeyrissjóði eða varðandi tryggingafélög, það þýðir ekki að við ætlum að copy-pasta eitthvað efni frá Evrópu einhverja allt aðra aðila. Ég held að það séu óþarfa áhyggjur að hafa. Kannski rétt. Svo náttúrulega væntanlega á eftir að koma, nú náttúrulega verið að ræða bara þessa hluti mjög opið og þetta kannski bara okkar skoðanir, en svo eftir að koma væntanlega einhver stefnumótun hvert stemt með þessari vinnu. Bara frábær spurning og ég velt þessu mjög mikið fyrir mér af því að við búum við gjaldþol, við erum með 10% vikmörk og þurfum að skerða réttindi ef að eignir eru undir því og það er það leiðilegasta sem það gerir og þess vegna velti ég fyrir mig hvort við eigum ekki að fara með vikmörkin upp í 15% af því að þá munum við til lengri tíma ná betri ávöxtun og það mun þjóna hagsmunum sjóðfélaga held ég betur heldur en að þrengja þau og mér heyrist vera mjög mikill samhljómur það allavega hér að við erum ekki að fara að mæla sveiflur á eignum yfir mjög stutt tímabil sem að leiðir auðvitað þá til þess að það er mjög líklegt að við þurfum að skerða reglulega. Takk kærlega fyrir þetta. Það eru fleiri spurningar í sal. Komið sæl, Jakob Tryggvason heiti ég. Ég á sæti í Birtu lífeyrissjóði, stjórn Birtu lífeyrissjóðs og stjórn Landssamtaka lífeyrissjóða. Það kannski kemur ekki á óvart að ég svona eitt sem ég stakk á bak veirað í orðum Bjarkar hérna aðeins áðan.
mér langar svona aðeins að spyrja hvort þú getur aðeins lagt betur út frá því og talar að mögulega samhliða slökun á magnbundnu takmörkunum það getur þurft að styrkja stjórnkerfi lífeyrissjóða. Og ég var svona vangaveltast með það hvernig út frá hverju þú leggur þar og hvort það getur aðeins kafa dýpra þar. Já, skal reyna aðeins að dýpka það en eins og ég sagði þá búið að taka stór skref og maður sér að stjórnkerfi lífeyrissjóðanna almennt orðið miklu sterkara heldur en þau voru og það sem á við einn og kannski ekki heldur við alla. En það sem við höfum svona bent sérstaklega á bent á stjórnirnar, við höfum bent á útvistun umgjörð utan hana, sérstaklega þegar alútvistunar ræða. Við höfum bent líka á lykilstarfsviðin, til dæmis ekki regluverðir og það megi styrkja umgjörðina þar og eins ef þetta verður tekið þetta skref að aflétta þessu magnbundnu takmörkunum þá reynir mun meira við sjáum það reynir meira á stjórnirnar, þær séu með einhver umgjörð sem talar upp í þær. Og þannig að þessi heildarstyrking en auðvitað búið að stíga nú þegar stór skref og kannski margir lífeyrissjóðir sem uppfylla þær kröfur í dag. En það eitthvað sem væntanlega bara partur af þessari vinnu sem núna í gangi. En allavega það sem við vorum og kannski bara árétta þetta erindi frá Gunnari að við gerum ekki, það verður eitthvað að fylgja að minnstakosti, við þurfum allavega að leggja mat á það og við sjáum það þurfið að bæta úr að einhverju leyti að þú afléttir ekki bara öllu en heldur svo stjórnkerfinu algjörlega og kröfum til þess óbreyttum. Takk hérlega. Mér langar kannski að beina einni spurningu til Svandísar. Nú það fólk sem situr hér í þessu herbyggi almennt meira inn í íslensku lífeyrissjóðakerfi heldur en kannski hinn almenni sjóðfélagi og margar kannanir sem LL hefur sýnt að þekking fólks á lífeyrissjóðakerfinu er ekki góð. Hún fer vaxandi með vaxandi lífaldri einstaklinga en svona fundur eins og þessi þar sem við erum að tala einhver orð eins og magntakmarkanir og skynsemisreglur og áhættu vilja og áhættu þol og þetta ekki svona eitthvað sem hinn almenni sjóðfélagi kannski meðtekur en maður gæti fengið þá tilfinningu ef maður horfði á þetta og væri ekki inn í þessum málum að byttu nú á að taka hér reglur sem hafa verið í 10 ár og verðast að virka vel fyrir lífeyrissjóðina, þeir hafa stækkað og eignir þeir hafa vaxið á þessum tíma. Ætlum við bara að sleppa þeim lausum? Er þetta ekki svolítið hættulegt? Gætirðu kannski útskýrt svona út frá sjónarhóli eitthvað sem stýrir eignum fyrir hönd lífeyrissjóðs? Myndi þetta í raun og veru breyta miklu hvernig þið starfið og ávaxtið eigninar? Já. Þetta frábær spurning og ég held að þessi búið að koma eitthvað aðeins inn á þetta hérna hjá okkur og í orðum hér í dag að það klálega þannig að það vanda til verka og það var talað hérna áðan að frelsi fylgdi ábyrgð og það taka það allir til sín og ég held að við tökum öll til okkar þessa ábyrgð sem við berum í daglegum störfum og þess vegna held ég einmitt að það skiljanlegt að einhver myndi halda það og taka upp út mörk sem hafa verið, þetta getur verið mjög hættulegt en eins og við verðum aðeins komið hérna fram hjá okkur og í erindunum líka að þá held ég að við stöndum algjörlega undir því og við stöndum líka alveg starfsmenn lífeyrissjóða og eins og segir eignastýringadeildur, áhættustýringar og aðrir. Það bara í fínu lagi að gera ríkar kröfur, það í dag verið að uppfylla ríkar kröfur og gera hlutina þannig að fagleg eignastýring og vönduð áhættustýring, þetta séu bara lykilhugtök í því sem verið að gera. Þannig að skynsemisreglan harmonera bara mjög vel við það og maður sér meira fyrir sér eins og kannski svolítið hefur komið fram að þegar verið að taka þessi mörk sem hafa kannski svolítið verið til trafala og eru stundum að ramma inn hluti sem geta verið mjög ólíkir eins og þegar verið að tala óskráðar eignir eða það verið að tala sjóði, aðra sjóði sameiginlega fjárfestingu. Innan þessa mengis og þessara boxa eru alveg rosalega ólíkar fjárfestingar. Þetta getur verið allt frá því að vera bara skuldabréf með fasteignaveð yfir í að vera nýsköpunarsjóðir eða sjóðir utan sérstök verkefni. Þetta getur verið rosalega víðtækt. Þannig að maður alveg spyrja sig gagnsemi þess og kannski frekar að það bara heilmikið gagnaði að taka það burt. Maður skilur auðvitað sjónarmiðin líka að það þarf að hafa eftirlit með þessu, en ég held bara að gera ríka
kröfu á lífeyrissjóðina að rökstyðja sitt mál, setja hlutina skýrt fram og ekki síst fyrir sjóðfélagana því að þau þurfa jú að skilja hvað erum við að gera og þetta eru þeirra hagsmunir sem í húfi og við erum öll að starfa með þeirra hagsmuni að leiðarljósi. Í fjárfestingarstefnu vinnu þarf auðvitað að koma fram. Sjóðirnir eru eins og rætt mjög ólíkir, allt frá því að vera mjög stækkandi með mikið innflæði og yfir í það að útflæði sé orðið meira. Þannig að stefnurnar eru í dag ólíkar. Þær munu verða það áfram og ég held að verði engin stór breyting við þetta. Þetta mun bara rýmka fyrir svigrúmi innan stýringarinnar og áherslan getur verið á undirliggjandi eignir í staðinn fyrir flokkana. Þannig við getum fókusað á bara að fjárfestingarnar séu skynsamlegar fyrir stýringuna í hverju sinni og þá stýringu sem hentar sjóðunum sem ræðir, sem aðeins ólíkir. Takk kærlega fyrir þetta. Eitt af því sem við höfum ekki talað mikið en var aðeins komið inn á í ávarpi ráðherrans eru takmarkanir á erlendu eignarhaldi sem að á að endurskoða eða allavega heimild til að taka til endurskoðunar. Gætu þið kannski Gunnar eða Ólif svona frá sjónarhóli lífeyrissjóðanna sagt svona okkur aðeins frá því hvernig þið horfið á það, hvort að það sé tilefni til þess að rýmka heimildir og mögulega kannski Tómas af hálfu Seðlabankans sín á heimildir lífeyrissjóða til þess að fjárfesta erlendis. Já, ég skal gera það. Ég ætla kannski aðeins bara út af spurningunni sem þú fékkst áðan bara bæta við sko að mörkin mun ekkert hverfa þó við förum yfir í heilbrigða skynsemi. Lífeyrissjóðarnir mun bara setja sig sjálfir mörkin. Þannig að mörkin mun ekkert hverfa og það er bara okkar ábyrgð að koma því til sjóðfélagana. Varðandi erlendu eigninar og heimildinar þá get ég alveg sagt að ég er mjög hugsi yfir, hvað við segja, einsleitni innlendra eigna lífeyrissjóðana. Og ég hefði viljað sjá stigin stærri skref í að heimila okkur að fjárfesta ytra. Ég skil þessi sjónarmið að gera þetta í áföngum út af genginu og svo framvegis, en ég held að það sé æskilegt að stíga stærra skref. Það er mín skoðun og ég held að það verði til þess að styrkja eignasöfn sjóðana. Þú bæta við, Tómas. Já, ég held að svona í einhverju svona prinsippi sé ég að mörguleiti samanlegaðir. Ég held að samt að skrefin sem voru tekin síðast, þessi þrepa tengda nálgun hafi verið rétt. En spurning hvort að sko, þau þrep megi vera lítillega stærri í hvert skipti. En ég held að við sjáum sko, að svo lengi ég held að stundum að það sé að þegar við erum að meta til dæmis hversu mikið lífeyrissjóðir mega fjárfesta á hverjum tíma erlendis, að þá stundum aðlegunarhæfni sko, restina af hagkerfinu eða gjaldeyrismarkaðarins til þess að koma til þess að jafna þessar sveiflur. Og ef að þau myndu fara og hratt út þá er líklegt að gengi myndi gefa eftir og þau hefðu minni þörf á eða minni áhuga að fara út. Þannig ég held að svona hlutir oft sko, jafni sig meira en maður heldur þegar maður er að skrifa reglur eða lagafrumvarp, maður einhvern veginn sér hlutir svolítið einvítt. Við erum bara áhyggjur af þessu skjali sem er beint fyrir framan sig. Þannig að ég held að svona almennt munum við hafa áfram áhuga því að hafa einhvers konar takmarkanir á erlendri fjárfestingu lífeyrissjóðanna. En ég held að sé alveg vert að ræða það hvort að þau skref sem eru skrifuð inn í löggjöfina eins og þeir eru núna hafi verið of lítil. Örugglega. Bara aðeins að bæta við þetta, sko ráðherra benti á að ef við fjárfestum ekki innanlands þá verður ekkert mikill hagvöxtur og þá verður engin gjaldeyrismarkaður. Þannig að sko með því að sko það er stundum talað norska olíusjóðinn sem hefur tekjur í dollar og selur olíu í dollar og sko ekki að koma með peningana inn í landi. Við erum að breyta launum í krónum, fara með út úr landinu, að einhvers slags jafnvægi þarna. Ég er ósammála Gunnar að það sé sko ekki nógu mikið af eignum, þar eru bara allt of fáar skráðar eða þá bara við fáum að fjárfesta í óskráðu. Þannig að ég held að sé hægt að dreifa áhættunni og við tölum mikið það í stjórn hjá okkur að hluti af því að vera og búa á Íslandi og vera með lífeyrissjóð sem að
fær sko iðgjald úr íslensku raunhagkerfi sé að reyna bara að fjárfesta í raunhagkerfinu og treysta því til lengri tíma að það vaxi og dafni. Þannig að það svona líka einn hluti af þessu. Já, takk kærlega fyrir þetta. Ég sé ekki fleiri spurningar úr sal. Þó ég sé búið minn tíman, þá var Guðrún búin að gefa mig vilyrði fyrir að taka aðeins fleiri mínútur. Mér langaði að heyra ef við gætum kannski bara farið stuttlega alla leið þvert yfir pallborðið og þau gætu gefið mér tilfinningu fyrir því hvort það séu einhverjar magnbundnar takmarkanir sem þið mynduð vilja halda eftir og hvort ykkur fyndi skynsamlegt eins og Björk kom aðeins inn á áðan að setja svona vörður á leið og taka þetta í ykkurum skrefum eða hvort að þessi bara tilefni til þess að gera þetta bara hratt og fljótt og svona ykkar sýn á þetta tvennt og kannski bara byrja á Svandísi. Já. Já, ég held að maður hafi fullan skilning á því að mögulega sé vilji til að halda í einhverja magnbundnar takmarkanir. Við sáum það Alþjóðagjaldeyrissjóðurinn mælti með því að halda inn í mótaðilaáhættunni og gjaldmiðlaáhættunni og ég segi það ekki, maður hefur alveg skilning á því. En varðandi svona að gera þetta í skrefi og myndi ég segja líka bara að það er frábært að þetta samtali hérna. Það er frábært að þessi vinna og þessi undirbúningu sé í gangi með þetta rúmum tíma og það sé hægt að ræða hlutina til þaula og vonandi þá komast að góðri niðurstöðu og það held ég að væri gott ef hægt er að gera þetta svolítið snögglega. Við höfum svolítið rætt að við erum með okkar eigin mörk. Það er ekki eins og þau munu neitt hverfa, eins og Gunnar nefnir, stefnurnar eru til staðar. En ég held að við séum alveg fullbúin að tækla það að setja okkar innri mörk og reglur og gera þetta nokkuð hratt, en bara örugglega og í góðu samstarfi og samtali varðandi alla áhættu þætti þetta bara á leiðinni, eins og við erum að gera í dag. Já, ég kom aðeins inn á þetta áðan að ég held að sé lítið sem að maður sér fyrir sér að þurfi að halda lítið á takmörkum sem þurfi að vera áfram í lögunum nema kannski þessar eins og við nefndi áðan með mótaðilaáhættuna og gjaldmiðlinn. En líkt og ég nefndi líka þá myndi maður vilja sjá allavega að við værum að setja einhverja stefnumót til framtíðar. Það myndi liggja fyrir núna hvert ef það á að aflétta öllu þá sé það tekin ákvörðun það núna. En svo er hægt að búta þetta niður eða ákveða gildistökutíma eitthvað fram í tíman þannig að það fáist einhver tími til þess að aðlagast að breyttu umhverfi. En líkt og við komum fram hérna líka þá heyrist mér nú bara margir vera bara komnir þarna og þetta sé ekki mikil vinna framundan við það og koma þessu í framkvæmd sko. Já, ég mjög á sömu línu og Björk með þetta. Ég held að við þurfum að vita núna hvert við ætlum að fara að lokum, kannski skipta skrefin inn á milli ekki öllu máli. Ég held að sé hægt að taka þetta í megindráttum í einu skrefi. Mér fannst við komin 2016 vorum við komin nær því að taka miklu stærra skrefi en síðan gerðist og það væri synd einhvern veginn eftir alla þessa vinnu sem fólk er búið að leggja í að við myndum aftur einhvern veginn ekki komast yfir marklínuna út af því að það er svo þægilegt að halda í það sem maður þekkir. Ég held að við þurfum ekkert að halda í margar magnbundnar takmarkanir. Ég held að einhvers konar gjaldeyrismál sé þannig. Svo held ég að skynsemisreglan geti tekið á mótaðilaáhættunni. Ég held að þurfi ekkert endilega einhver skrifa það í lög. Það sem mér er hugleiknast er sem ég hef núna minnst á nokkru sinnum og ég held að sé gott að minnast á það einu sinni viðbót að lífeyrissjóðirnir eru með tekjustreymi, tvenns konar arðsemi sem kemur inn til lífeyrissjóðanna. Það er annars vegar af fjármunaeignunum og það er hins vegar af launatekjum og ef það er skynsamt að leita eftir bestu arðsemi í þessum fjárfestingaeignum þá þarf einhvern veginn að stuðla því að launatekjurnar geta líka skilað mestri arðsemi að þær vaxi og þær vaksa bara með aukinni framleiðni í hagkerfinu. Þannig að það verður að tryggja það, hvernig svo maður gerir það í lögum, að það sé skynsamt fyrir kerfið í heild og hvernig einn lífeyrissjóð að tryggja það að það sé arðsemi af launum í landinu. Ég ætla ekki að fara að tala fyrir ykkur magntakmörkunum þegar þau vilja afnema þau allar. Nei, ég segi bara áfram.
bara hjartanlega sammála. Ég held að þær reglur sem eru í gildi núna fangi bæði gjaldeyris og mótaðilaáhættuna. Að 3. töluliður segir að maður eigi að huga að áhættudreifingu og annar töluliður segir að maður eigi að horfa til skuldbindinga lífeyrissjóðsins sem eru í krónum til 20 ára. Þannig að ég held að við getum gert þetta í einu skrefi. Frábært, góð loka orð hér. Takk kærlega fyrir þáttökuna og ykkar þáttöku líka. Þetta búið að vera gott samtal og margir áhugaverðir punktar sem hafa komið fram og gaman að heyra hvað það er í raun og veru mikill samhljómur. Við erum sammála leiðina áfram en eigum eftir að finna skrefin. Takk kærlega. Já, takk kærlega fyrir þetta pallborð öllsömul sem voruð í því. Það er komið að loka hluta málstofunnar og hún felst í samantekt og upplýsingum það hver séu næstu skref. Ég held að sé engin vafi á því að orð þessa morguns skynsemisregla eða skynsemi, algjör samhljómur það. Þarna fljótlega og eftir kemur orðið varfærni. Einhver varfærni við afnám magntakmarkana nú sennilega nauðsynleg. Meiri skynsemisregla kallar að einhver leyti í einhverjum aðstæðum á svona flóknara umhverfi. Flækjustigi ræðst af aðstæðum í rauninni einstakra lífeyrissjóða, kannski ekki síst flóki fyrir þá minni. Einhver leyti flóknara fyrir eftirlitið. Þannig að einhver leyti mögulega þarf að finna þarna réttan meðalveg. Það er frábært hvað hefur verið mikill samhljómur hérna í dag leiðina áfram, svona í öllum meginatriðum. En það nú þannig að það eru fleiri sem þurfa að taka ákvarðanir þetta og þessum reglum verður ekki breytt nema með lögum. Hvað gerist næst? Ráðherrann sagði frá því í morgun þegar hann í setningarávarpinu sínu að hann hefði sett það í forgang í svona skipulagningu þessa þingvetrar að setja lagafrumvarp á dagskrá. Og það hefur verið á þingmálaskráni alveg frá byrjun og miðast við framlagningu í mars. Hann sagði líka að það væri ekkert endanlega ákveðið hvaða skref yrðu stigin. Hann leggur mikla áherslu á samtal og samráð það. En planið hjá okkur í ráðuneytinu sem erum að vinna í þessu höfum verið að því núna í eitthvað á annan mánuð í samtali við lífeyrissjóði og fulltrúa Seðlabankans. Planið það að ljúka svona, hvað maður að segja, nokkuð svona víðu samtali og spjalli þetta svið, svolítið bara opið í byrjun næsta árs og lenda því með birtingu áformaskjals í samráðsgátt. Það gæti orðið svona, vonandi ekki seinna en miðjan janúar eitthvað svoleiðis. Í framhaldinu, eins og venja yrði þá birt lagafrumvarp í febrúar, það að segja drög að því í samráðsgáttinni. Og svo ef að planið stenst að það verði lagt svona lagafrumvarp á Alþingi í mars. Til þess að það takist, að það samþykkist á Alþingi sem lög fyrir vorið, þá þarf nú að vera býsna ágreiningslaust hvert efni þess svona stórt og mikilvægt mál. En þetta auðvitað ekki síðasta tækifæri til þess að leggja fram lagafrumvarp þetta. Þau verða mörg og einhver leyti þetta verkefni þannig að það þarf að vera í sífelldri skoðun. Það hefur svolítið verið rætt möguleika á nálgun í þessu. Þeir þannig séð nánast óþrjótandi þegar kemur einhverju sem heitir áfangar eða þrepun eða eitthvað slíkt. Það gæti reynst nauðsynlegt svona út frá sjónarhóli varfærni að stíga þannig skref og lagatæknilega möguleikarnir þar eins og ég segi nánast óþrjótandi. Við erum náttúrulega búin að kynnast þessu ágætlega meðal annars varðandi gjaldmiðlaáhættuna. Þar þessi fösun í gangi og svo var þar byggt inn þessi svona varúðarregla að það væri mögulegt að ýmist rýmka eða þrengja, svona ekki einu svona miðri leið, heldur frekar framalega í ferlinu og skoðun á því þarf að fara fram fyrir árið 2027 eins og ráðherra nefndi.
En ég held að það sé kannski ekki ástæði til þess að dvelja mikið lengur við þetta. Ég ætla að þakka Landssamtökum lífeyrissjóðanna og Seðlabankanum fyrir samstarfi við að undirbúa þennan fund. Þakka öllum sem voru með erindi og tóku þátt í pallborði og Tinnu fyrir að stýra pallborðinu. Mögulega heyrið þið næst frá okkur að sjáu til okkar í samráðsgáttinni. Sjáum til. En mögulega einhver leiti og trúlega gegnum þetta samtal sem viðvarandi og mun standa fram að framlagningu frumvarpsins ef allt gengur upp. Takk fyrir.